Góða kvöldið og velkomin í seinni umferð, fjórðu umferðar, seinni dag. Seinni dag, Seinni segjum dag. Dói, velkomin. Takk. Mjög þægileg kynning. Já það? Já, Dói, Dói blæsaður. blessaður. Herru, sko, Mm, það er 5 dagur. heldur betur. Það fyrir 3 leikir. Mm. En á þessu sinni, 3 spennandi leikir. Heldur betur. Ég held nefnilega að við séum ekkert að fara hérna út í kvöld fyrir svona 2, sko. Það getur vel verið, en við fáum að sjá kannski leikin upp á skjáin núna og sjáum hvað erum að fara í. Við erum að fara í Breiðablik á móti Lava. Við erum að fá nú sem mæta Þór og Viðstöðu sem mæta Sögu. Og þetta, sko, blaði er þetta svo ótrúlega spennandi leikir, Dói. Nákvæmlega, fáum að sjá Breiðablik undir Lava. Lava búin að vera svolítið svona undirperforma. Breiðablik, spennandi, svona stígandi í þeim. Já, virkilega góðu stígandi, sérstaklega í ljósi senasta leiks og það verður gaman að kryfja það allt og allt þannig. En við kannski fáum að sjá stöðutöflana líka, svona sjá hvað liðin eru akkurat núna. Og já, Döst í trón og toppnum. Þór geta komið upp við hlið þeirra. Ármann 6 stig, þeir spiluðu þarna á þriðjudaginn. Einmitt. Og sýta með 60. Saga og nú geta komið upp við hlið Ármanns og já, það er Breiðablik, Fylkir, Lava, öll með 2 stig. Tension og Viðstöðu hins vegar ennþá eftir að krækja sér sigur. Viðstöðu getur krækt sér stíginn sín Einmitt. hérna í kvöld. Þeir mæta, hvað var það? Sögu, já. Og það verður hörkuspennandi leikur. Ég meina, Viðstöðu búumst við náttúrulega að þeir tjekki sín í móti fljótlega. Þau verða að fara að gera það, þú veist. Þetta er ekki byrjunin, sko. Það er búin alveg frekar mikið að leikjum. Þú verður að ná þeir í stiga eitthvað staðar. Í kvöld þá verða öll lið búin að spila 4 leiki. Einmitt. Það eru, þú veist, 4 leikir í deild með 10 liðum. Það er, þú veist, þú ættir að vera að koma með 1 stig. Það er, Já, ég 100%. held að þú getur sett þá áskorun á þig. 2 lið sem að eiga eftir að krækja sér stig og ég meina við óskum eftir að öll liðin geri það sem hann hlýtur að gerast á endanum. En við kannski kryfjum þá bara fyrsta leik kvöldsins, það er Breiðablik á móti Lava og við fáum að kíkja á lið Breiðablik fyrst. Það er, já, það er Pjakkur er það, síðan er, það vantar Vanker, síðan er Furious, Sax og Vírus og já, þetta er spennandi lið. Þeir kræktu sér náttúrulega í sigur í seinustuferð og það var æsispennandi. Þetta var eitt skemmtilegasta moment sem ég upplifað því að við vorum byrjar að pæla í næsta rándi. Báðir. 100%. Ég var að tala við því bara, Tómi, hvað ætlaði að gera í næsta rándi? Og svo bara náður þessu ekkert ótrúlegan hátt að diffusa þarna. Þetta var í rauninni magnað og það fór allt á samfélagsmiðla, bara allt í kringum þetta. Það kom reaksjónið okkar og síðan annað reaksjón sem við eigum á filmu og við kannski fáum að kíkja á það snöggvast ef við getum það. Haldið þessu bussbúrslæðið. Já. Og ég ekki fara að deffa það? Já, fara að deffa það. Það væri vikt, sko. Þá maður heyra hérna í leikmannum. Það var skemmtilegt. Þetta er eitt af skemmtilegasta. Þetta er ekki að Lilli hlaupi tersmann hérna, sko. Já, gerða Lilli. Alga. Ekki gæða það. Þetta er svo ótrúlega. Ekki svona. Ég elska að Vírus hafi líka sagt ekki svona. Ég held að við tveir einmitt verið ekki svona. Já, ekki svona. Ég reyndi að segja þetta á góðri ensku. Not like this. Not like this. En góð vinur minn, hann Vírus greinilega sammála mér þarna. Þetta var magnað og alltaf gaman að fá svona reactions með svona koms hjá leikmönnum. Það gefur okkur svo mikla innsýn yfir í hversu skemmtilegt og magnað þessi íþrótt er. Heldur betur, þetta er svo mikið hóp íþrótt og hóp efli og að fá að taka þátt í og heyra í leikmönnum hvernig þeir tala sín á milli og heyra á að fagna þetta í endan. Það tala bara, mann langar bara að fara að rífa músin upp aftur, sko. Já, ég reif hann upp bara setjum kvöldið þarna og fór beinustu leið leiki og ég skemmti mig bara konunglega eins og ábyggilega flesti sem kjúið inn eftir klukkan 9 þegar leikinni kláruðust. Einmitt. En já,
Þeir eru búin að spila samt 3 leiki. Þeir eru Já. konum með sigurinn á móti Viðstöðu sem við sáum þarna sigur rándið í Núk og hann fór 16-9. Hinir 2 leikirnir, þeir byrjuðu á tapið móti Dusty Inferno 16-6 og farið sinni í Ármann í Núk 16-11. Já. Stígandi eins og talaður hvernig stakka þér upp á móti Lava? Sko, ég ætla að fara varlega í þetta því að sko ég held að þessi leikur ákveðist minna af því hvernig Breiðablik spilar og meira af hvernig Lava spilar. Já, þú náttúrulega komst inn á það hérna aðeins fyrr í kvöld að Lava er að underperforma. Underperforma, þeir eru í svolítið svona building project, við kannski tölum meira um það á eftir en ég vil segja sko að Breiðablik spila sin besta leik, þá er það samt sem aður á dagsforminni á Lava. Já, bara flott, en hver er toppmaðurinn minn? Sko. Þarna. Þú gafst mér engan sens í þetta. Engan sens. Engin sens. Ég ætla að byrja erfitt núna í kvöld. Ok. Þess að þú segir erfitt, þá ætla ég að segja þessi Lilli. Nei, þetta er ekki Lilli. Þetta er Vanger. Og ég held að Vanger, hann gæti verið svona... Þetta er gaurinn sem getur komið með ótrúlegu rándi fyrir þá, sem geta brotið svona efnahægin niður og... Já, það er erfitt að brjóta móralinu Lava því að móralin er góður. Þetta eru mjög seasoned leikmenn sem að þeir eru að fara að mæta í Lava og það er erfitt að sigra það á mjög stórt sem að reyndar er búið að gera eins fyrir á tímabilinu en það var annað frábært lið sem gerði það. En ég held að hann sé svona wildcardið. Þegar við hugsaum wildcard þá hugsaum einmitt leikmenni sem Vanger, Góter, Edison. Ég held að þú hittir alveg nagnan áhugðið þarna því að Vanger er einmitt svona svolítið wildcard og hefur alltaf verið í þessum liði sem hann er í. Þetta er svona náunginn sem að sko einhvern veginn finnur eitthvað á engu og er annarkvort allur í öllu eða hann bara sest í. Já, nákvæmlega og þeir náttúrulega óska eftir því að fá inn sinn elsku besta Vanger því að það er búið vandandaldið í leikina og hérna, já, toppfrakkarinn í senasta leik var Furious, leikvarinn sem að kláraði núna rándi sem við vorum að horfa á rétt áðan. Eftir honum Saxi sem að er svona örlítið meira svona supportive element í liðinu myndi ég halda. Samt bara að koma óvart, mest hann frábær í senasta leik. Já, búin að vera bara þrjusu góður í þessum leik og sko þeir áttu náttúrulega erfitt prógram. Ég byrja á Dusty, fara síðan í Ármann sem að Ármann er bara ekkert lömba að leika sig við þegar þeir mæta í Núk, þeir eru góður í Núk. Þegar það er kveikt á ofvirk eins og við sáum í gær, þá er erfitt að mæta hann. Fyrir ekki í gær, á þriðjudag. Já, í fyrradag þá náttúrulega var hann bara allt í öllu og ég bara myndi aldrei vilja connecta server og fara á mótunum í þessu formi, bara til miður. Einn af erfiðustu leikmunum að díla við á bara á Íslandi. En já, Breiðablik, við erum búin að tækla þá. Við skulum kíkja á Lava. Og það er Góter, Funky, Stall, Spike og Triple G. En ég held að Instance komin inn í liðið. Við fengum að heyra frá Funky, þetta væri líklega síðasta sem við myndum sjá á honum nema eitthvað komið upp á sjálfsögðu. En Instant væri komin aftur inn í liðið, þannig að ef við ekki reikna með því. Ég er ekki búin að fá neina fregnir hvernig line-up eru og spurning hvort við fáum bara frá mótastjórn og... Kannski fáum staðfestingu? Já, staðfestingu, bara beint í eyra hvort að Instant er að spila. Frábært. Sem bara fínt og flott og sko Funky spilaði mjög vel í leiknum sem er unnu á móti Tensioni Núk og ég ætla að kalla dálítið á þig að hann var ekkert í bara í íkofröggum en sko hann var hann sitt alveg rólinu sinu ég sagði að hann hafi verið rosalega mikið í íkofröggum Já það skiptir. Í minningunni voru það nokkur íkofröggan en hann sýndi sínu róli þarna inni vel sko. Greip í vappan líka. Það var mjög skemmtilegt ránd þegar kom á hann á rampinn og tæklaði það. En ég held að þeir séu bara mjög sáttir að Instance komin í liðið aftur og ekki tekið á Funky að hann spilaði vel í þessum sigurleik en ég held að þeir eigi fleiri frögg inn í Instant. Sammála því. 100% sammála því. Eru búin að spila núna 3 leiki 2 töp á móti Þór og sem var svo sem ekki droslega mikið uppsett. Þór eitt besta liðið í deildinni en töpuði Ancient 16-2. Nú töpuði þar í Mirage sem að okkur fannst fyrir uppsett. Já. Ég meina, okkur fannst að þá eru uppsett en að þú horfir á þetta núna þá er nú landsögu verar þannig að
Er þetta ennþá upset? Nei, það getur alveg verið að við séum að sjá eitthvað stórveldi myndast þarna í Einmitt. náttúrulega mjög ungir ennþá og hann geta ennþá bætt sig. Einmitt. Við getum ekki bætt ykkur. Ekki mikið allavega. Aldrei á seint að bæta sig, held ég. En ég vissulega eigum við ekki jafn mikið sens á því og þeir. Ég toppaði einhvern 24 sko. Það alveg nokkur ár síðan sko. En krækið sigurinn á móti Tension í Nuuk. Og þeir eru dálítið komnir á heimavöllin þarna. Við höfum alltaf talað og segjum Nuuk og eiga Dust 2 inni sem svona wildcard en hafa líka verið ágætis miraslið, ekki topp miraslið en hafa kræktið sigur á móti ágætis liðum. En hvernig álítum við mappúlið hjá Lava? Sko, ég held að þetta sé lið sem að leggur mikinn tíma í eitt mapp. Ég held að taka eitt mapp fyrir kannski í 3 vikur og svo annað í 3 vikur, etc. Svona gera þetta svolítið svona old school hvernig þeir æfa sig. Ég er ekki með það staðfest en mig grunir að sé þannig. Þannig ég ætla að segja að við gætum átt eitt nýtt mapp milli og hvort sem það sé Nuuk eða Ancient, ég held að segja eitthvað annað. En það er náttúrulega algjörlega eftir leikmönnunum hvaða mapp það er sem við völdum. Hafa ekki verið mikið að þannig að pikka þessi nýjum upp, Vertigo, Overpass hefur ekkert verið rosa sterkt hjá þeim. Hafa samt spilað það. Ég meina, þetta er Triple G, þannig að ef þetta með giska, það var gaman að sjá það í Inferno eða Vertigo. Það var næstum að segja taka fyrir. Ég var alveg til að sjá það í Vertigo. Ég held að ég sé alveg með mappúli í það. Þurfu ekki vappa, terriða síti meginn, frekar en þið vilja það. Góður rifle-core hjá þeim. En Dói, hver er toppmaðurinn minn? Það er Instant. Nei, ég blekkti þið þarna. Það er Stals! Já. Gamli góði Stals hefur það fer alveg ágætlega fyrir honum í þessum sigurleik en í þessum 2 tapleikjum þá einfallega var ekkert mikið að skapast en ég held að við köllum hérna eftir Stals. Já. Stals getur vel unnið Breiðablik 1. Hann er leikmaðurinn sem getur gerðsvöldlega tekið leikinn og einhvern veginn kæft hann á þess að margir taka eftir því endilega. Ef við förum yfir leikmannahópin hjá þeim, Spike, Stals, Instant, Goater og Triple G, á blaðinu er Stals, finnst mér eini leikmaðurinn þarna í þessum leikmannahóp sem getur tekið yfir leiki og unnið á. Já, mér finnst hann einu leikmaðurinn sem að raunverulega ég get alveg séð hann bara í mjög sterkara lið. Já. Mér finnst hann vera svo, ég hef svo mikla mætur á honum, mér finnst hann vera svo hæfileikaríkur að ég væri rosalega til í að sjá Lava virkilega stíga upp og mæta því leveli sem hann getur verið á. Við kannski fáum bara vídeóið núna upp á skjáinn og látum það renna en ég ætla að koma með eitt prediction. Já. Ég held þetta fari í Nuuk. Það er allan ennþá á lífi. Já, bara rétt. Já, bara rétt hjá mér. Sko spámaninn. Nostradamus mættur aftur. Þetta er áhugavert að Lava lifði sig að vera á milli Inferno og Nuuk, þannig að spurning hvort þeir séu búinir að vera að preppa Inferno. Maður myndi halda það allavega, en það hefur yfirleitt verið svona seint eftir í vídeóinu í þeim. En við verðumst vera bara komnir beint inn í leikinn og Lava, unnu hnífa, fá að byrja City, en við erum komnir live í Nuuk. Ég fekk ekki komið frasan minn. Ja. Stals að nýta infói, Lille til varnarna. Þeir eru nokkrir þarna, það er Spike. Spike hins vegar fellur Stals. Þarna, glæsilegt double entry hjá Lille. Stór frökk hérna. Þeir vilja sækja meira. Konum með Stals og Spike og hér kemur smókin fyrir viðbygginguna inn í teikið. Það er áfangastæðurinn hjá Breiðablik. Erfitt retake, Triple G, 11 HP. Mjög erfitt, eiga líka ekkert utility hérna til að búa til pláss fyrir sig, en Sjáum heldur ekki hvar kittir liggur, hann er ekki á lavamönnum eins og er. Vangar komið Triple G, er þetta flawless roundinni á Breiðablik, þvílík byrjun þá. Saxi kom með instant góterskiptinu Bissu og þeir ætla bara að reyna í hnífana hérna. Líðir sjans gefin í það. Breiðablik sigra öruglega. Það gefur hins vegar bara góter meiri peningina fyrir forsið sem þeir, fara í, býst ég við. Ég veit ekki alveg af hverju þeir voru að gera þetta, því að já, eins og þú segir, þetta eru $600 sem þetta noti eitthvað. Góter fyrir hins vegar á deiglu í staðan fyrir að fara upp í nýju. Þetta er, mér finnst það stórfurðuleg ákvörðun. Ég meina, hann er highlight deiglari, en sjáum til að kemur á þessu gott flass þarna
Það blindar Saxa úti en fara bara í svona hægt díföld, ekki mikið að pæla í rampinu minna. En, þarna Góter að fara að munda degluna. Gerir örlítinn skaðan á Saxa. Sem að plani á Breiðablik bara að fæta þá hérna úti, fá fætin með AK-in. Longreins fæta náttúrulega þeir rosalega mikið AK-na en deglur í réttum höndum geta búið til heilmikið upp engu. Heldur betur. Spurning með þennan smók, Tómi, ég ekki alveg seldur á hann. Þú ert ekki seldur? Nei, ég spyr hver hugmyndin á bakvið hann. Já, rosa lítið fyrir sveita að ringir það. Hann búinn að klíra þetta. En nú bara spurning hvert ætlaði að fikra sig. Vanger búinn að búa til pláss hérna inn í gula. Stals komið fyrsta. Vírus nær rífrækinu og hérna Vanger á Mach 10. Góter Deglan syngur en Vanger slekkur í þessu. Hann heitir Spike. Þeir vita alveg hann en það spreyjað á hann. Spike og 5-7! Túki á hann! En Saxi slekkur í þessu. Spike og 5-7 eins og Pringles og Gaming. Það bara passa saman. Heldur betur. Hérna erum við komin í round nummer 3. Forza aftur, Tómi? Ég held ekki. Nei, það ákveða að spara. Skemmtilega ákvörðin. Góter aftur á deglu. Sjáum að það engin hérna Mach 10 á Breiðablik. Þeir eru hrættir við kannilega annað Force. Sjáum að þeir eru allir hérna á AK-um. Það reyndar áhugavert að bakvið þá ákvörðin senda það náttúrulega í þarna 1-1 en það væri rosalega stór ákvörðin að forsa aftur inn í þriðja rándið þetta. Það væri það tvímælalaust, sérstaklega í ljósi þess að Breiðablik tekur enga svensa hérna, þeir eru bara með 5 AK. Ég myndi halda líka að það myndi bara eyðileggja efnahaginn. Bara langt inn í 7. rándið eða eitthvað nema þú sért að fara að sigra. Þetta sjá þessi double stack boost inni, þetta er svo vinsælt núna. Vissulega, Vanger að búa til pláss á rampinum. Það eitt rótið að fara til hans. Það Góter. Góter á móti Vanger. Vanger hefur betur og búinn að búa til gott pláss fyrir sína menn á rampinum. En spurning hvernig þeir lesa inn í þetta. Þessi stakk, ef þeir labba inn í þetta, þetta bara alvöru gildra. 4 pistols í góðri stöðu. Á stöðun sem erfitt að klíra og þeir að labba beint inn í þetta. Vita ekkert hvað þeir eru eða hvað. Vírus komið fyrsta en instant. Svara þessu. Stals. Lúmskur. Kemur droppið þarna niður en Stals næri byssu. Hann 1-2 og hann ætlar að beinast til í double-ina. Ég hrifin þessar ákvörðun. Lesa þetta hárrétt. En Furious hefur betur 3-0 en tæp round og ég hrifin af þessum ákvörðunum hjá þeim að búa okkar til saman. Heldur betur, við tölum oft þetta, Tómi, að hvað sem þú gerir ekki neitt. Og þarna gerðu þeir eitthvað og þeir heldur betur fengu greitt fyrir ákvörðunum. Cross-smókurinn úti. Það spurning kemur vekkur þarna með. Það virðist ekki vera og þeir eru ekki með smókinn fremst. Carrigan smókur eða ekki? 2 smókar eftir á Breiðablik, þannig að það ekki vekkur í kortunum. Þetta fight sem að Góter á að sigra þarna. Fekk góða sekundu til að fella Vanger en Lille allan að komi Góter. Nú að Stals að komin í myndina og sjá hvort hann geti búið til fyrir sitt lið. Að spila í viðbingunni. Lille heldur bara áfram þessu endurhjöldarki og Vanger grípur gæsina en gæsi býtur tilbaka. Triple G tekur Sax og nú er þetta allt í norðið 4-3. Stals eins og að lár. Stals náttúrulega fekk killarna sem hann hefði aldrei átt að fá. Instant. Þetta nákvæmlega staðan sem hann skarar fram úr í. Einhvern veginn rándið komið 3-2 lafa í hag. 2 entry frá Lille. Instant. Komið annan. Lille, 1 eftir. Var hetja fyrir 30 sekundum. En það ekki verið að hetjan út rándið. Það instant sem klarar þetta á 3K.
Instant gerir vel að ná þessu 3K en ég samt verð að gefa Stals þetta ránd. Það að náu killinu þarna í viðbyggingu og lifir, það er ekki eitthvað sem átt að gerast. Það er svo fyndið hvernig rándi getur bara, eða lotan getur breyst bara ef einn lifir með 1 HP. Heldur betur. Bara það að Stals lifir þarna, þá er þetta sko ekki 4 og 2. Já. Ég er náttúrulega vitneskjan hversu mikið hinn á í HP, bara gjörsamlega enginn, við giskum náttúrulega, en það er neðsamt ennþá á lífi. En það er keypt þarna vel inn. Góter sér eftir þessu. Sjá þessa yfirvegun hjá Breiðablik. Bíða bara eftir þessu. Þeir vita að Lava þarf að kíkja þarna úti. Þeir verða að fá ykkur upplýsingar. Spike ekki með vappan, en það skiptir bara engu máli. 2 beint í haus og Vangar liggur í valnum. Og þetta er staðan sem að Spike var að skara rosalega mikið fram úr þegar hann var að fara af vappanum yfir á riffilinn. Hann var að ná þessu útisvæði að spila í kringum Kredit, í kringum Kenny, svona einhvern veginn þar og var að krækja í hellinga fröggum. Þetta fellur hérna en gerir góðan skaða samt. Í raun og veru þá vantaði hérna backup frá viðbyggingunni, það vantaði Stals. Sjá að þeir eru að reyna í instantaráttu. Instant með fyrsta en rífrækja kemur, Góter eins og að komin en rífrækjinn eru í hag Terrana hér. En rótitið komið mjög hratt niður, geta opna double door og gera það. Lille var að ná í bombu hér, gerir það nær fyrsta, 1 á móti 1, Triple G á móti Lille, opnar hurðina, hætti við plantið, hún tekur bara dúelið á móti Triple G. Giskar hár rétt. En einhversiður, þetta er efnahagurinn eyðinlaður hjá Lava. Vissulega, sigra bara með 1 leikmann og það er Triple G. Instant þar á 9. En deglur og, já, 1 degla á Glocks. Þeir eru að ógna ventdropinu, fara ekki í það, býða örugglega eftir sprayinu og... Vilja væntanlega conditiona að geta allavega að droppa seinna. En þeir sjá bara yfir þetta. Þetta hins vegar svinni virkar, komast niður 3 með bombuna. Þeir þurfa að mæta Instant hér. Hann er með góða byssu nákvæmlega í þetta verkefni. Hún nær þetta 2. Spreyta hann á 2 og þetta eru slatta af dollarum. Virus og Vangar. Virus er ábyggilega að fara að finna eitthvað á þessari deglu en ég efast að Vangar finna eitthvað á hnífinn og hann var í ventinu. Það er alltaf erfitt. Já, þú nærði einhvern veginn ekki að fá Lava til að róta þetta niður þetta vent held ég, nema eitthvað stórkvæmst gerist inn á rafnum. Já, einhver gerir bara mistök held ég. Það er enginn að fara að það niður. Frýtt frakk fyrir Spike. Vangar gefur upp draumórana hnífinn og Góter krækir hann 3-3. Lava á ágæti siglingu hér. Samfærdir ránd, lifa allir, það er mikilvægt. Það fyrir að byggja upp smá efnahag. Hérna sjáum við að kaupið hjá Breiðablik, kjósið að kaupa, það er ekkert sterkt heldur. Nei, ég held að það myndu frekar kaupa deglur og arma. Já, gera það. Góð ákvörðun. Það kom þessi mollar sem að allir henda í byrjun fyrir gula og annað fyrir ískrið. Góter komin í skemmtilega stöðu þetta alveg fremst. Hann væntanlega fær flassið, ætlar hann bara að róa sig niður hana. Fyrsta, nei, Lille með fyrsta fara ekki á deglu. Annað! Stór 2 frögg frá Lille. Lille er mættur í kvöld. Heldur betur. Tutsi hefði betur geta náð þessari byssu. En þetta er erfitt fyrir Terran að ná í. Virus komin á Kenny. Einhvern veginn lifir Vangar þetta af. Stals á allt einu 14 í HP og tekur þetta stóra áhættu sem er að fara að borga sig eða hvað. Deglunar er að syngja einhverja vögguvísu hérna og Furious komið Triple G. Allt í einu instant á MP9 einn eftir. Og þeim grunar hvert hann er að koma og Vangar afgreiðir hann. Þetta eru deglur, allt hauskot. Og þeir þakka niður í rönninu sem að Lava var á. Og allt byrjar þetta á pikkjun þarna úti. Góter nær ekki einum, þá gerir þetta svo erfitt fyrir restina af Lava.
þetta ekki Vanger og Lille að ná 2K með Deiglum. samanlagt 16 HP? Heldur betur, sem Vanger droppar molla hérna upp á greinlegt að það planað að gera eitthvað seint í rándinu. Það er heimsending á molla. Það er reyndar eitt skemmtilegt við Núk eftir breytinguna á þessum að geta droppað grensun. Heldur betur, einn maður getur raun og verið hent öllu utilitinu sem þú þarft þarna upp á. Og líka í Núk þá getur þú bara droppað upp á þakki og það er yfirleitt hægt að ná því aftur. Fremur örugg staða til að droppa þessu en Lille með enn eitt endrið. nú er gjörsamlega aldrei hérna. Góter komið Lille flassaður en hann er felldur Triple G þarf að vera stór en hann er cirka 1.65 í þessu rándi en Spike hann er stór. Spike klárar þetta á viðbyggingunni, risastórt. Heldur Lava inn í leiknum í raun og veru, þeir þurftu þetta ránd. Sjáum eins og það að peningurinn hjá Breiðablik er frábær, geta haldið áfram að kaupa og eru með vonur það að jarða efnaðinn hjá Lava enn eitt skiptið. Já, ég minna það geta gert það. Tactical snack time. Og tactical snack time, þá fæ ég mér alltaf Pringles. Nú? Já. Sko, ég er oftast með það svona á hliðinu á borðinu. Já. Og það klístrar ekki í puttana svona eins og oft önnur snögg. Nei, þetta er svona strattasnakk ef þú spráðið því þannig. Já, strattasnakk. Og ég er aldrei að vita hvort að einhverju leikmenn séu með þetta tactical snack. Kemur ekki ávart, rándið byrjaði aftur. Vappi á vírustormi, þetta hugsaðlega er að fara að breyta rándinu. Þetta er fyrsti vappin sem við sjáum í leiknum. Spurning hvort að lagamenn séu tilbúinir að búast hreinlega við vappa hérna. Nei, ég get ekki séð það fyrir mér að þeir búist við því að vita að peningurinn er ansi góður hjá Breiðablik eftir að lifa þarna 4 í deglunarhándinu sinu og þeir eiga pening hérna fyrir vappa en það er enginn búinn að taka vappa í þessum leik. Vanger reynir í þetta skemmtilega off-angle sem að Virus er að spila en instant með double. Þannig að Vanger og Furious líki í valnum. Saxi næstur en allt fellur Lava megin núna. Og hér með fellur Lille, seinasti leikmaðurinn 5-4 og tilraunin til að brjóta efnahæginn gekk bara alls ekki upp. Nei, þetta er skrítiránd. Þetta eru bara röð af 1-1 sem að einhvern veginn fyrr Lava í hag. Furious sem að var í rífrækinu á rappin en Reyndar sko, en mér síndist instant bara að hafa reynlega spreyjað í línuna og fengið 2 kill. já, mér fannst eins og að þeir ætluðu að reyna rappin allavega. Þeir voru að reyna miklu meira en þeir hafa verið að gera en það er spurning hvernig fer fyrir þessu rándi. Það verið að eyða öllum fjármununum í þetta. Sem að Breiðablik sitja bara inn í lobbyinu. Já, þá verða það bara fyrir skotum. Góter með sprayið. Svo það eru margir hérna úti. Þeir aftast inn í viðbyggingu. Góter nær að gera góðan skaða og Spike nær að klára. Sjáu þið stöðuna sem að Spike er komin í stals bara. Hverju fæ ég ekki frökinn þarna? Og hver að sækja áfram. Ég komin þarna langleiðina og þá er instant læstur í eldlínunni. Nær hér fyrsta, öðrum beint í haus og sendir okkur rakleiðis í round númer 11. 6-4 Lava byrjar að mynda þetta góðan CT-áleik. Heldur betur. Það leit illa út í byrjun, en þeir eru búin að halda sér á floti og eru byrjar að mynda ágætis efnahag. Er þetta inni eða? Nei. Þetta er dropp í viðbyggingu. Ég get séð þetta virka. Góter er ekki með hvert á nótunum. Þeir fara bara dragleysin í viðbygginguna. Missa alveg af Góter. En ná loksins að fella hann og einhvern veginn er þetta komið í 3-3. En Stals er að sækja hérna Furious. Saxi með hauskot og Stals en hafa Virus og Glockinn. Þetta er ákveðin flétta en fer illa sjóferð þá. Hart í sjóin akkurat núna hjá Breiðablik og
Já, nú eru góður á dýr. Útismókar. Kemur ekkert á óvart ef við myndum bara fara að sjá útsmókana. Vappi aftur á vírus, það fekk ekki að syngja á hann. Nei, það var bara slögt í honum leið. Vanker gleymdi að kaupa stöf. Kúlum spreyja rakleiðis inn í. Góter með opnun en Vanker störblindur nær að svara. Vírus, já ég held hans ekki ennþá búinn að skjóta skoti en samt búinn að kaupa 2 vappa. Kemst hér niður. 60 AP á honum. Vildi ekki láta tefja sig á þessum molla. Spike. Sér hérna örlítið í síðuna á honum. Og nær að nota gamla góða flassbragðið og krækir í 2K. Furious og Saxi einu eftir. Skemmtilega gert þarna hjá Spike. En Saxi nær að svara. Stals með Furious og þá Saxi fallinn 8-4 og já, núna finnst mér bara Lava. Þetta var eins og skemmtilega ákvörðun. Þetta var rosalega skemmtilega ákvörðun. Þannig instant að glápa á vappan og spyrja á ég að pikka hann upp fyrir þig. Nei, þetta að ganga mjög vel. Þetta að virka alveg nákvæmlega eins og við viljum það. Áfram heldur Lava. Engin vappi. Sem svolítið að fara að borga sig þegar mér sýnist að þeir ætla að reyna að sprengja hérna ykkur gula. Ætla að halda örlítið. Býð eftir að jútilið renni út. Kemur örugglega bara 1 flass undir hlaupa, heldur betur. Sprengja hérna út úr gula, stærstakur á móti. Finna eins og ekki fyrsta, ekki annan, finna 3. En 4. og 5. falla líka í hendurnar á Lava og það var Vírus einn eftir. Vara hér í Góter loka þessar hurð. Og hann fallinn. Hvernig hvað Góter var að gera þarna, einhver misskilningur hvar Vírus væri. Já, maður bara rampinum að ætlaði að fara í eitt askoti gott flankana en það var bara ekkert í boði. Nei, Góter var sannfærður hann væri í viðbyggingu. En það stóð hann og var að spyrja í gegn. Smókin. ætlar að læðast núna úti og sjá hvort hann finn ekki einhver fröggirna fyrir sitt lið. Finnur Spike beint í haus, en það eru 2 skotmörk eftir til að finna. Bomban liggur á góðum stað fyrir CT-ana og instant. Góðri stöðu til að bregðast við þessu. Instant og Triple G gefa enga sensa þarna og ómögulegt að segja þetta fyrir Vírus. Það eitt tactical snack break hérna fyrir Breiðablik. Þeir þurfa að fara að púsla einhverju saman þetta því að efnahagurinn ekki þeim í hag. Það eru 2 ránd eftir til að spila. Þeir eru með full loss bónus og þeir þurfa eitt af þessum rándu, Tommy. Þeir eru búin að fá pistolið, það er þessi 3 ránd. 1 gunnaránd ekki nógu gott í núk. Þeir þurfa að kaupa deglur, armor, kaupa sér niður í svona 2,3, hendi sér 2 snökkum, kannski Pringles og pikka úti, henda Lille í 2K og vinna rándið. Já, hljóma vel. Deglur aftur, spurning hvort það syngi eins og gerðu fyrir í leinum. Hverju vögguvísu? Bíum Bambaló. Bambaló og deglur. Vassandarúsu. Góter spottaður á leiðinni niður í Secret, þannig að það bragð notað. En þá þurfa hins vegar að hugsa að hann sé þar. Ég heldur betur, hann búinn að bakka. Spurning hvort það sé ekki bara betra fyrir það ef eitthvað. Já, vissulega betra. Góter búinn að vera á skotskónum og getur vissulega skotið frá sér. 2 í viðbyggingu, ég fíla þetta play. Sjá hér skuggan, vita af manni upp á viðbyggingu. Góter komið fyrsta, Stals komið annan og já, Vírusn að klóra í bakkan og Saxi einnig. En þannig þurfti Vanker að lifa 3-3. Staða. Instant klárar þetta á Saxa og það 10-4. Þeir að búa til frábæran CT-hálfleik hérna Lava á meðan Breiðablik. Þeim sárvantar þetta senasta ránd. Heldur betur, sjáum að Vírus aftur komin á vappan. Við þurfum að gera eitthvað með hann. Við þurfum að sjá hann að vappa vera stór.
Við erum búin að horfa á hann, kaupa hann þrisvar, hann er ekki búin að skjóta einu skoti. Nei, ég held nefnilega ekki. Ég vil sjá hann bara skjóta núna. Bara til að geta skotið. En Við sjáum það, Lava er ekkert að gefa sens á sér þarna úti. Þeir eru að spila flassa fyrir hvernig annan, aðri píka, spila í viðbygginguna og láta viðbygginguna vera fyrsta point of contact. ná líka að spila miklu meira kompakt með Spike á riffil þarna úti. Heldur betur. Svo meina hann er að róta þetta út niður secret. Vistu við? Þetta er rétt ákvörðun. Heyra eins og er í... Vanger heyrir þetta með klukkan, veit á hann niðri. Vanger leitar Spike í double door. Þessi molli mun hitta. Hann smókur rampinn og hefur að fara í gennum hann. Vanger að leita. Það fellur dálítið á því hvað Vanger finnur hérna. Vírus. Þarna kom vappaskotið en gott bait setup niður í double door sem að krækir í... Ótrúlega þrótuna hjá Lava, komnir 3 niður. En það virðist ekki vera að angra þá í innisettuminu. Þá er Saxi einn eftir. 46 HP, hann er jarðaður. Og Lava tryggir sér 11. rándið, 11-4. Það er hart. Hart, hárrétt rít og frábæra róttekst í setjuverðinni hjá Lava. Búist þið við einhverju öðru samt frá þessu Lava-liði akkurat núna? Þegar þið finna sigur bragðið, þá er alltaf erfitt að koma að því, sko. Það má vera, en mér fannst það líta vel út og mér fannst það taka réttur ákvarðanir. Mér langar að sjá hvað þeir gera í TER. Saman það er grens á Stals, líklegt að þeir séu að gera einhvers konar vent-drop eða inniplay, annarkvort. Flassi kemur inn í viðbyggingu, smókurinn fyrir Lille til varnar. Instant eins og er í góðri stöðu fyrir fyrsta. Góter með annan. Vírus og Furious konu með 2 hvor en instant. Það er Furious, þá eru 2 á mótið 3. Spike eins og Lauren, bomban er að fara niður. Kostar HP að kíkja svona niður fyrir sig. Lille viðbyggingu, smókurinn er að feita. Og Vírus verður að bíða til því sem hann og gerir hér. Reynar að hitta ykkur skotum hérna en ekkert í mark. Hérna kemur það Lille með fyrsta instant fallinn. Triple G og Spike klára þetta. 12-4 er Lava að fara að hlaupa með þennan leik. Það er spurning Dómi, ég hugsa að við sjáum allan tíman force hérna frá Breiðablik. Já, ég hugsa að Breiðablik sé að fara að forsa. Lille komin á skáttinn í stæðin fyrir Vírus. Hann er á deglu. Sjáum við eitt throwback Max 7 á Furious. Þú sjá eitthvað af því en ekki mikið. Þannig að hann er allt í himnalagi. Stals á MP7. Sko þetta er byssa sem ég vildi óska að væri meiri í meta. Hún er örlítið dýrari heldur en MP9 en hún er í alvörinni bara svo góð. Svo auðvelt að spreyja með henni. Mjög nákvæm. Long range meira þess að. Ertu að tala Swag 7 þá eða? Nei, MP7. MP7, já. Swag 7 getur ekki raskat. Nei, ég hérna. Long range. Við vorum að horfa á. Já, þú veist, þú getur alveg eins bara... Ég veit það ekki eins og niður. Getur hent byssun í þá. En þess að við Lava ákveða að fara rampinn. Það er lítið takk á móti. Gekk komið fyrsta. Stals með rífrakið á MP7-ni. Þessi móli djúpur lokar af doubledorið algjörlega. Furious þarf að bíða, en instant komið Vírus. 3-4, vel geranlegt. Furious þarf að gera vel einna, en fyrsti leikmanni sem hann hittir er væntanlega Stals. Hann er lár. Getur búið til eitthvað skemmtilegt hér. Spila bara headshot-engulið. Nær fyrsta eins og þar. Nei, það var Lille á skáttinum sem no-zoomar hann. Triple G með Lille. Og Góter klárar þetta á Sax. 13-4, þeir eru ekki að sjá til sólar. Heldur betur og sjáum Lava hallar áfram að raðin rándum þrátt fyrir smá mótlandan í byrjun. Þú veist, jafnvel þau tapa móti forsi þá einhvern veginn virtist ekki hafa á þá. Þeir bara voru beðir í baki og héldu áfram. Þeir sigra 1 gun round. Þarna Breiðablik. Í raun og veru þá sigra þær 1 gun round. Nei, það var force með þess að. Já. Það var deglurandi. Það er rétt. En það er 13-4.
Bomban að fara niður með Triple G. Nei, því instant. Hann bara að leika sér, komið 4K. Vandalega óskar eftir ace hérna en það vankar í viðbyggingu sem að instant þarf að finna. Góter. Finnur hann, stelur aceinu, instant brjálæður. Nei, ég segir svo. Nei, mér fannst hann ekkert vera að hönda þetta, ég held að... Nei, bara grínast. Einmitt. Vírus komin á vappan, erum við að fara að sjá þetta vappaskot. Hann veitti öllum sínum pening bara í þetta vopn, þannig að hún skotta hann á að skjóta úr því núna. Hér kemur það nær að skjóta en hæfir einn hér, Spike fallinn. Sér hann vel við mollan og nær öðrum. Góter liggur í valnum. Þriðja skoti hins vegar Geigar en hann er búinn að búa til heading fyrir sitt lið. Saxi komið instant. Nær Stals að gera eitthvað hér. Nei, Vírus komið þriðja. Er að leita að fjórða en Triple G nær að fella hann. Það voru 3 á móti Triple G. Nær hér Lille. Nær að gera góðan skaða hér ef eitthvað. Og Sax dregur sér hlýja í hrifin þessar ákvörðun að hann má ekki falla hér og breyta þessi 1.1 og Saxi klára það. Ég set spurningmerki við að taka hana fæt hjá Saxa. Vinur var komin inn í lobby, þeir áttu bombuna. Þetta var Grimmt. Það var óþarfa áhætta, myndi ég segja. Já, þetta var full mikið. En kaup mútið kaupið aftur. Einhver misskilningur þarna, Stals átt að fá drop. En Sem að kaupið er margfald betra að laga með þrátt fyrir sigurinn. Hjá Breiðablik. þetta er blóðugt í rauninni. Sigra rándið á næst versta veg. Einungis 1 á lífi. En einhvers staðar verður comebackið að byrja. Þortan 5 lava með frábæran leik í höndum sér hér. Þeirra að spila frá sér. Heldur betur og saman lagamenn eru óhrættir við að taka fætana. Ég held að Spike fæti bara lappinn, hann er ekkert að vera hrættur við vappan sem hann veit að er í borðinu. Ja, hér er hann, Vírus. Og með fyrsta, nú er hann lokaðan inni. Nær eins og að smeygja sér niður í rampinn. Smokurinn kemur í backupið og Vírus loksins fallinn. Vanker og Famas búin að bakka niður en þeir eru búin að búa til plássi sem þeir vildu. Getur hann að frist og þetta er það sem við erum talað svo rosalega oft með lava. Þeir eru svo góðir að frista defaulti sín þegar að þeir vita að þeir eru að fara að fá eitthvað infoplay og finna það pick. Ógnar svolítið með þögninni. Það er bara þögn í mappinu núna og það heldur Breiðablik giskandi. En pickið fellur með Breiðablik. Lille kom með Stals og þetta skilur Góter instant 1-2 eftir en Góter kom með pickið á Saxa sem var spilandi inn í gula og þá liggur þetta rosalega mikið á Furious og sem er í kunnuglegri stöðu Dói. Vanur að fara afn upp þetta vent. Nær fyrsta instant en býst hann við. Nei, Vanker á vappanum. Kemur í heaven og klára þetta ránd. Skemmtilegt hvernig Furious nær alltaf að vinna ránd þegar hann kemur upp úr þessu vendi. Já, það ætti ekki að bara gera það oftar. Já, vendi besti vinur Breiðabliks. Er þetta ekki eitthvað? Jú, það er lagað einhvers staðar. Já. Við workshopum þetta, við lönsum þetta. Sjáum við. Ég veit kaup hérna hjá Lava, smá fjárfesting. AK á Triple G eins verð, þannig að ég reikna með að þeir sendi hann einhvers staðar fremst til að pikka. Teglur í höndunum á instant og Kó. Einn eilítill AK á Triple G. Það er flassið sem kemur hérna og flassið er gott. Þeir komast inn í viðbyggingu en Lille hann nær að bregðast við með 3K og fellir bombuna. Og liggur þetta dálítið á Spike að finna eitthvað hérna en eins og hæfur. Lille sækir aceið og það er ekkert mál fyrir Lille. Þeirra lang besti leikmaður á serverinum.
alveg langbestur. Við fáum kannski að líta yfir skorið smá. Það er Lilli á 20 fröggum, instant hinum einn. Hann er að toppfragga Sörun á 21. Og þetta er gaman að sjá. Furious og Sax hitja senasta leiks. Hann þarf að keyra sig í gangina til að halda áfram þetta comeback. Lilli hérna í sensnum úti. Flassi bara kemur aðeins of seint hérna. Stalsi komin í góða stuð og nær honum út. Þetta er þeirra target man sem að búa til hluti fyrir þá, en hann er fallinn úr leik. Vírus eftir að vera hættulegur hérna fyrir Breiðablik. Já, hann verður að vera hættulegur. Þeir eru manni undir og Lava bakka bara, taka enga sjensa í þessari stöðu. Þetta er þeirra besti sjens hingað til að krækja í 15. rándið. Heldur betur, ákveða að bakka hérna og annarkvort challenge hérna inni. Við finnst þetta líklegt, Tommy. Næra að lauma sér hérna inn í gula. Grensan, er góð, en ég held að hann viti ekki af honum inn í gula. Þetta er bara ekki sjens. Annars var hann að leita á honum. Sammála. Næra að læðast út. Spike með Furious. Saxi kom með Triple G, en Spike risastór hérna. Hitt á tímasetningu og Vírus. Hann er með vappan upp í heaven. Það er að finna ykkur frögg hérna. Vanger kemur hérna úr lobby og þá er bara einn Vírus eftir. Og þetta var bara masterplan hjá Lava að hitta tímasetninguna bara undan flussinu. Átt að segja á því að leið og Grensan og smókurinn kom, þá átt hann segja á því að hann hefði ekki síðan farið að hann. Já. Færða frítt fragg og randið í rauninni bara búið eftir það. Skiptir við mollið þarna, djúpur hjá terkössunum, en Lilli er ekki að fara að fá neina hratt inn í expertina hjá Lava, komnir inn. Furious eftir flassaðan upp á gula. Furious nær að svara, nær að droppa niður. Þeir eru yfir tölu akkurat núna. Hvernig þarf að fara þessu Triple G með Vírus. 3-3 allt í einu. Furious, þeir eiga hann ennþá inni. Vanger komin í gula, instant fallinn. Spike og Triple G þá 1-2 eftir á gólfinu. Spike og Vanger, klárar þetta bara. Ekkert vesen. Og við höldum áfram hér. Stórgóður sjensins til að klára leikinn og ef eitthvað er, þannig að það er að hræða á örlítið með þessu innrjósi. Heldur betur, þetta gerist mjög hratt og Breiðablik tók alls ekki vel á móti þessu. Þetta er ansi fljótir á fætur. Sofandi aðeins á verðinum. En núna aðeins betra kaupi Breiðablik, þannig að það er mjög nervera fyrir Lava að fara inn þegar þeir eiga svona mikið utility. Þetta er skemmtilegt flass. Flassi kemur hérna störblindi. Vanger þarf að bakka niður, en þeir eru að fara beint í vappan. Það er Vírus sem er í vesinni, hann bakkar út. Saxi nær að beila hann örlítið, en þarna eru bara treitfrökin sterk, en aðeins sterkari í kópóinum og senda innst. Þetta var skítugt. Þetta er bullandi sénsina með byssu, smók og flass. Tveimur. Nákvæmlega staðan sem að instant líður bara frekar vel í. Spurning, ætlar hann að fara hringinn? Það væri stór séns, Tommy. Það er sín. Hefur ekki séns í það. Klára deffið hér og instant, heldur bara byssunni næsta ránd þá. Fimmtán, 9. Og lítur út fyrir að það er alveg gott kaup og Spike er komin á að vappa í fyrsta skiptið. Já, spurningu verður alltaf að gera og ég verður að koma til eitt um mig. Við erum búin að sjá lítið af útismókum. Ég heldur að það hafi bara komið í 2-3 skipti. Hérna bara hreinlega koma þær ekki yfir höfuð, en góður lætur eins og að séu smókar af það, fætar bara allt útisvæðið, einn. Þetta er bara magna, þeim er bara alveg sama. En þetta fellur í hag Breiðabliks. Móla út secretið, þannig að það sé ekki að það klíra þá alveg strax. Kaupa sér smá tíma til að búa til einhverja gildru, eða er það Saxi sem er bara að labba inn í gildruna. Þannig er það, instant, komið Saxa, infoplayið
kom á hárréttum tíma fyrir Lava. Spike búinn að halda línunni þarna á rampinn langan tíma. Virus kom með vappan instant hins vegar. Nær pikki inni og Triple G hann ætlar að snúa við en Vanker kom með refragið á nóinu. Triple G veit af báðum leikmönnum þannig að fara niður hérna sterkasta múfið. Ætlar að bíða eftir þessum smók. Hefur tíma til að leika sig með. Hefur tíma til að leika sig með en hver einsta sekúnda sem líður eyðileggur svolítið plantið fyrir honum. Það eins og 100% planti núna. En Triple G frábært engul þarna og nær að jarða Virus 1 á móti 1. Vanker á móti Triple G. Kemur ekki single hér. Triple G að spila hættulegan leik hérna. Þetta ákveðið engul hérna. Vanker að fara að klíra hann út. Vanker að sjá hann. Þetta skemmtileg staða sem Triple G að spila. Nær þetta að spreyta honum á Vanker. Þetta hef ég ekki séð í langan tíma. En Triple G lætur að virka 16-9 og Lava fara með sigur á móti Breiðablik. Já, við kannski svona fyrirfram þá vorum við að búast við þessu en við töluðum það. Við þurftum að sjá hvernig Valega mættu leiks. Já, fyrir bara... Lava fyrir ekki. Valega, já, Lava. Lava. Þú gerir þetta líka. Já, ég greip bara orðið þitt. Einmitt. En, skulum krifja örlítið leikinn. Og skemmtilegt hvað Lava voru rosalega sterkir þegar koma gunnrándunum. Tapaði sjálfsögðu fyrstu 3 rándunum, bara svona eðlilegt, ef ekki segja það bara. Þú veist, tapa pistólinu, tapa forsinu og síðan eins og í sparrándi, 3. rándinu og kaupa. En tapa síðan nánast ekki rándi, tapa 1 diglurándi. Tapa þessu diglurándi og sko Lava sem við höfum séð áður í gegnum deildirnar, einmitt svona ránd hefði kannski verið nóg til að tilta á svolítið, til að svolítið eyðileggja leikið þeirra. En það greinilegt að þetta skipti það bara engu máli, af því að þeir héldu bara áfram og það var engin svona dampur í spilastilinu þeirra eða eitthvað svona tap á trú. Góter hélt áfram að pússa úti. Jafnvel þótt hann dó í þessu rándu þarna sem þeir töpuðu og hugsanlega setti þá upp til að vinna þetta ránd Breiðablik. Þá hélt hann bara áfram að gera það, öðru hvoru, var ekkert hræddur við það og greinilegt að þeir héldu áfram að spila með trú á sjálfum sér. Rotations. Já, rotations voru lykilatriði hjá Lava þegar þeir unnu þennan leik í City. Lesa leikinn fullkomlega og rótita vel niður. Þú tókst dæmi þegar þeir Breiðablik ætluðu að fara niður en það voru strax 2 leikmenn komnir í double sem bara neita þessu algjörlega. Já, rauninu voru þetta ekki bara rotations, það var líka bara hvernig þeir þróuðu vörnunni sinni í gegnum leikinn. Þeir tóku rounds þar sem þeir voru 3 úti. Það var gæi í nýþrórdósi, það var gæi, það voru annarkvæmt 2 í viðbyggingu eða 1 bak bláa single og 1 í viðbyggingu. Þeir voru 3 úti á tímabili að fæta. Stundum voru þeir framála úti að fæta, stundum var engin úti. Þetta var mjög lifandi vörn hjá þeim og þetta var fallegt að sjá. Lifandi vörn og já, það er mjög gaman að sjá. En hver kritikaleikmaðurinn? Ég ætla að gefa innstæðin það. Mér finnst hann vera að koma með frábæran, hann kom með rosalega mikið ró, kom með frögg. Hann virkaði mjög rólegur og yfirvegaður á akkán. Sólbrúnn og fraggar. Á þeim orðum þá ætlum við að snúa okkur að næsta leik en áður en við gerum það, þá ætlum við að kíkja á nokkrar auglýsingar. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú fær Razer Gaming vörur í Elko. Cheers to a good time. We need some action. Oh, first time in Temptation Island history. We have the power to send each other home. All eyes on you, famous Mrs. Sweeney. How much can you really know about anyone? There's no such thing as a coincidence. Jag har en jättestor grej på gång. But you thought wrong. We're gonna find a way home. It's gonna be a hell of a ride. I bleeping loved it. The show that unlike anything you've ever seen before. This is on fire. Are you guys ready to party? I don't know if I need a chair or a sick bag. You gotta put stuff like that in the book.
How's he doing? What he does. Never dull moment. Electrifying. Gott í þessu. Þetta eru forsetasalir. Hér myndu veifa liðunum í alvörunni. Það vitum við ekki hvað við erum að fara að gera á morgun. Við verðum á ferðinni land allt. Þegar þetta gerist þá vissulega hefur þetta mikil áhrif á mann hversu lengi sem maður er búinn að vinna við þetta starf. 7 ár líða og á 7 ára fresti er allt inn í manni nýtt. Það segja þér allt nema tennurnar. Ég fekk bara svona sjokk hversu illa ég hefði verið að hugsa sjálfa mig. Herðu, gerðu eitt fyrir mig. Farðu fram og greiddu þér. Fucking Jesus. Já. Frasi dagsins, það verður ekki betra með þessum mannskap. Ef það er ekkert gaman í jobbinu þínu, þá áttu bara að fara að finna þér annað jobb. Fannst þér raunhæfur möguleiki að þú myndir finna eitthvað? Alls ekki. Hugo er gott nafn, þetta er gott rappnafn. Þetta er svakalegt glæsihýsi, getur við sagt. Axinu, lúminu, sílinni, andlutum. Ég ætlaði alltaf að ná langt í lífinu. Hágæða evróskar þáttaraðir eru nú aðgengilegar á streymisveitu Stöð 2 Plus. Norrænar, spænskar, ítalskar, þýskar, pólskar og fleiri hágæða evróskar þáttaraðir. Streymisveitu Stöð 2 Plus er eitthvað fyrir alla. Let's start from the beginning. No prints, no DNA, no evidence. So he was stabbed in front of everyone. And no one saw a thing. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Vefsala TM á tm.is er fljótleg leið til að tryggja þig og þína. Kynntu þér málið á tm.is. TM. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Velkomin aftur og já, við vorum að horfa á æsispennandi leik Breiðablik sem átti Lava höfðu sigur þar en já, það er bara next game. Næsta leikur, ég er spenntur fyrir þessu. Ég er nefnilega rosalega spenntur fyrir hún líka og já, það er nú á móti Þóri, við skulum kíkja strax á lið nú. Það er Blik, Bjarni, Pandas, Rafle og Clever. Clever já, komin aftur inn í liði eftir sigur nú á laninu núna senstu helgi en bara skemmtilegt lið. Það er bara hægt að orða það þannig. Þeir eru með góð setup, þeir eru með Bjarna sem er loksins já, hann er komin úr Dusty og er að búa til eitthvað nýtt og skemmtilegt og það er að virka. Já, og það er svo gaman að sjá það. Það er svo gaman að sjá unga og uppkomandi leikmenn standa sig vel og vinna LAN. Þetta var bara, þegar ég var á þeirra aldri, þá var þetta draumur, sko. Að vinna LAN, bara, þú veist, vinna stóru strákana, geggjað. Núna hefur þú gert það, þú ert komin í Elituklúbbinn. Já, það er það eftir. En þú veist, það er aldrei segja aldrei. Aldrei veit það. Ég verð hérna til loka. Það er bara þannig. Bý til eigin LAN og vinna.
Lana sjálfur. Það svona tömmitt. En já, núliðið, sko, þegar ég segi Bjarni komin í Dusty byrjar að búa til eitthvað skemmtilegt, þá skulum við aðeins líta á það aðeins meira. Þeir eru með hann skemmtilega kjarna af leikmunum sem að þeir eru búin að byggja í kynningum og síðan kemur þarna Clever líka úr Dusty og komin í liðið með þeim, svona veteran bara, 100% veteran talent sem að rosalega, getur verið einn, bara getur búið til sitt og lifir lengi. En síðan eru við með hinn kjarnan, þriggja manna kjarna í Pandas, í Blikk og í Rafle. Og já, hann Bjarni að búa til dálítið play og eftir þeim og við sjáum til dæmis í Núk í fyrsta leiknum þegar Blikk fekk að vera dálítið við einn úti og búa til play þar, á meðan Bjarni var svona að stjórna hinum inni og já, gerði það líka í Mirage á móti Lava, það sem gjörsamlega rústuði Lava. Sko, við hefum séð á byrja leikir rosalega vel og hlutin hafa litið út fyrir að ganga rosalega vel, ganga upp þar sem planið að leita út fyrir að ganga upp, en leið og eitthvað fór úrskeiðis, þá fannst mér svona svolítið eins og sko, ég ætla ekki að segja tilt, en mér hefur fundist í að horta á stundum ef hlutin hætti að ganga upp, þá sé það svolítið bara svona búið. Þannig að spurningin eru þeir svona lið sem að treystir rosalega mikið á gameplanið og ef það ekki að virka að þá ekki til þess að baka á. Það ekki bara dálítið líka sem að kemur það ekki líka bara reynslunni? Kemur það með reynslunni eða kemur það með því að Bjarni sé komin með, þú veist, protokól og bara gott playbook og hann getur komið inn í þetta og meina, þetta er mjög ungt, þú veist, lið, ekki bara aldrei séð, heldur líka bara hversu nýlega þeir eru byrjaðir. Einmitt. Jú, það getur verið, eins og þú segir, þetta er ekki bara margir leikir, þannig að það er kannski ekkert að marka þetta, kannski var þetta bara eitt leikur sem að hlutinir heilina virkju ekki upp. Búin með 3 leiki, einn á móti Fylki sem þeir vinna í þreföldum overtime held ég. Lava sigra Mirage 16-9 og síðan tap móti Sögu í Inferno, þar sem þeir litu ekki sérstaklega vel út á móti Sögu. Saga vissulega mjög sterkt lið líka, en Núk, Mirage, Inferno, þetta er skemmtilegt mappúl. Já, vonandi eru þau bara með svipa mappúl og Dusty, mjög skemmtileg mappúl að mínum mati og hlakka bara til að sjá gamla Dusty með Bjarna, þar að segja. Já, ég hlakka til að sjá fleiri frá, mér til að sjá Overpass. Það er gaman að sjá hvort þið spilið það. Já, ég væri til í eitthvað annað en Overpass, en það er allt í góð. Við kannski bara sjáum Vertigo, ég var alveg til í Vertigo. Já, einmitt. Væri skemmtilegt að sjá þá reyna við það, en ég menna þeir spila bara það sem þeir vilja, skilur, ég bara segja. Hárrétt. Toppmaður Tomma. Ég ætla að giska að það sé Clever. Nei, það er Blikk. Það er Blikk? Já, Blikk bara búin að standa sér frábælega það sem er búið af deildinni og ég held að hann standi sér bara frábælega á móti Þór, en þetta er stæðsti bitinn nú hérna á þessu tímabili er að mæta Þór. Það er alvöru byssur í því liði. Heldur betur, þetta er stæðsti leikur að hinga til en ég meina þeir voru að vinna LAN. Skulum ekki gleyma því. Nei, en já, við skulum ekki gleyma því, en það er bara þannig. Hvernig ætlar að ná endur í frökkum á þetta frábæra sítilið sem að Þór er? Sko, ég erum að sjá hvaða mapp erum að fara að spila til að geta sagt meira til það. Talandi mappið, við eigum vítóið. Hver er spári? Ancient. Þeir eru búin að spila 3 Ancient leiki. Það er ekki Ancient. Þór bannar Ancient. Já, þeir vildi ekki fara Ancient. Þannig ég spái Núk. Og það er Núk. Dói, I've been here. This is not my first rodeo, sko. Nei, ég var með þér hérna líka, allan það tíma í Núk, sko. Treystu mér, ég var þarna megin. Ég satt þarna inni, sko. Já, þú finnst stól. Já, það er rétt, ég var með stól. Já. En við kíkjum kannski bara beint yfir á Lithos. Já. Það er Myndigrís, Dabbe, Peter, Rín og Jón. Veistu, ég var að bíða rosalega mikið eftir hvernig þú myndi segja Jón, eftir hvernig þú sagði Dabbe og Peter. J0N. Já. Það er dálítið. Það er svona framúrskarandi flott, sko. En já, öllu grínislegt, þá er þetta lið búið að sýna það sanna að þeir eru bara hrikalega sterkir og það er erfitt að leggja það á velli einhvern veginn í fyrsta leik, bara tökum við það, þeir eru búin að spila 3 Ancient leiki
Þannig að sjálfsögðu þá spáði ég núk, ég með að skrifa þetta niður, bara fakta. Okay. Ég var ekki að skrifa eitthvað þegar þú varst að tala vídeóið og sko, þeir náttúrulega rústa Lava, 16-2. Já. Með frábærum CT-playum og bara lokaði þetta af í frekar einföldu hálfleik, en síðan farið á móti Sögu og Saga var með þá. Já, þú getur sagt það, þeir klóruðu sér tilbaka þetta í enda, björguðu þessu. Og sko 19-15 farið 1 overtime og vinna bara rondin út og kláraði þannig. Síðan Fylkir Ancient aftur, 16-14, Fylkir aftur, hefðu alveg getað unnið þann leik. Já. Og í rauninni Þórsarar bara aldrei heppnir, en sko það erfitt að vinna þá. Það má ekki gleyma því, þessi lið eru öll nálægt hverju öðrum. Það er ekkert lið sem er bara 1000 sinnum betur en hitt liðið, fattaru. Og þetta er eitt leikur, það getur allt gerst í einum leik. Counter-Strike það getur hluti komið fyrir. Þannig að megum ekki gleyma því að jafnvel þeir séu að eiga close leiki á móti liðunum, þá þýðir ekki endilega að þeir séu ekki fyllilega sterkir. Við verðum að dæma á svolítið eftir hvað þeir eru að gera, frekar heldur í hvernig leikinni fara. Já, einmitt. Þórsliðið, við erum að fara í núk á senasta tímabili og mannst eftir því, aðeins öðruvísi line-up vissulega hjá Þórsurum, spiluðu ekki mikið núk, en þegar þið spiluðu núk þá spiluðu það vel. Hvernig eru að fara að sjá núna, með tilkomi Míndegrís og með tilkomi Jóns, komandur Exi að sjálfsögðu, Exi og Vallega þá frá Míndegrís, hvernig eftir að spila núk samanburðið við þá, tökum bara Lava sem dæmi? Sko, ég hugsa að vörnin þeirra verði aðeins meiri svona, hún verður örugglega ekki jafn fluid og Lava. Hún verður meira föst, við erum að sjá Peter og Ramp, við erum að sjá Rín inni. Hvart Míndegrís, Dabbi og Jón eftir að raða sér, það er stór spurning. Dabbi á gólfi, Dabbi í viðbyggingu, Jón fastur á gólfi og Míndegrís úti. Ok, Jón rotate þá? Nei, Dabbi. Dabbi er rotate, ok. Þannig að þeir eru að spila Vent rotate, sem sagt? Já. Ok. Ég er bara að tippa, sko. Já, við erum bara að giska, við höfum ekki séð liðið spila núk. En ég er svona að spá hvernig þetta skalast á móti, sko, nú, að því ég held að nú sé lið sem að eigi eftir að, sko, það sem við sáum frá þeim í núk er að þeir eru með þessu hröðu viðbyggingarröss. Það sem að flassi kemur, popflassi rétt á etsið og blikk kemur inn. Akkurat. Við sáum það virka svínvirka, en svo leiðu það hætt að virka, heitliðið byrja að lesa svolítið, þá dó dampurinn einmitt þess að ég var að tala leiðu eitthvað fór upp að þá byrjist hlutin bara að vera ómögulegir. Ég held að móti liði sem að kannski er með svolítið first rotates, sem er grunar að Þór gæti verið með, bara út frá hvernig leikmennir eru og hvað ég er búin að sjá frá þeim, þá getur átt svolítið erfitt með terrorhelmingin hjá nú. Já, það? Ég held það. Heldur að komi mikið af, með að við leikið líka áðan og við kommentum sérstaklega á það að Breiðablik og Lava, þeir voru að henda rosalega lítið af þessum útismókum. Nú voru til dæmis að henda þeim miklu oftar og voru miklu oftar að fara inn í secretið með blikk, jáfnvel bara einn þar og var að koma sér hratt. Er það að fara að búast við því að nú sé að fara að nýta sér þá frekar að búa til plássið líka í secretinu til að abjúsa rotatin sem að... Ég held það, sko, því að maður má ekki gleyma því að það tekur miklu lengri tíma fyrir lið að æfa setji rotates og setji varnir heldur að gerir að æfa terrorhelmingin. Þannig að ný lið eiga erfitt með rotates, það mun alltaf vera þannig. Liðið sem Lava hefur advantage að þeir eru búin að spila svo lengi saman og búin að gera þetta svo lengi að þeir vita nákvæmlega hvernig er rotates og hvernig er rotata. Ég held að þetta gæti orðið svolítið skemmtilegu leikur á þann hátt að bæði liðin eiga örugglega eftir að vera að teygja rosalega á vörninni hjá hverjum. Já, það er bara, gæti verið nákvæmlega sem við erum að fara að sjá. En toppmaður Tomma fyrir Þór. Það ekki segja þessi Dabbi? Nei, það er Pete. Ég heiti ekki neitt í kvöld. Nei, ég skal gefa þér softball í næsta leik. Nei, enga ölmusu takk fyrir. En Pete er búinn að standa sig vel í senustu 3 leikjum og mér fannst hann verðskulda smá sjátt á því að ég held að þetta sé nákvæmlega, því að hann er svo by the book spilari. Hann spilar bara mjög mikið bara eins og að spila CS, nema hann hefur ofan á það að hann er fáránlega hittinn og tekur rosalega góðar ákvarðanir. Já, hann bara tekur svolítið ákvarðanir, er mjög hittinn og mjög þægilegt að spila með Pétri. Mjög þægilegt að spila með honum, mjög óþægilegt að spila á móti honum. Hvernig leikmaður er hann að spila á móti? Sko, þetta er svona leikmaður sem að þau ert á móti honum og þú ert að ákveða eða þú ert að þannig engjum lítir, ætlar að midrann dróti þetta á sætið hans
þú ert alltaf að fara að treyta at best. At worst þá er hann að fara að ná 2. Þannig að þú veist, bakið á haustum maður þá er alltaf, hann tekur alltaf réttu ákvörðunina, þannig að þú getur svolítið giska á hvað hann gerir, en það bara skiptir ekki máli. Hann bara nær 2. Og hann er líka rosalega hittinn og sem hjálpar hann að ná 2 alltaf. Já, vissulega og hérna, mér minnir rétt, vorum við ekki alltaf að tala um það að Peter var original smoke criminal á Íslandi? Hann var alltaf að nýta smókana. Það er bara svo langt síðan, ég bara hreinlega manna ekki, sko. Við erum að tala um 2016, Já, einmitt. 17 mögulega, sko. Það er bara orðað svo eðlilegt í dag að labba ekki um þess að smóka að maður er hættur að kalla þetta glæp. Já, vissulega, það er bara, þetta er allt of oft gert núna og flassi í gennu smóka og svo framvegis. En bara skemmtilegt, mér finnst gaman að benda það. Ég var að muna eftir þessu. Einmitt. Ef við kíkjum þá yfir bara leikmannahópinn, bara svona, tökum rifle dúon þeirra, þú veist þarna, bara Dabbi. Já. Til dæmis, er hann ekki besti riflerinn á serverinu? Jú, ég held að þú getur sagt það. Alveg bara örugglega. Hvar fundu þið þennan mann? Góð spurning. Lappaði hann bara á ströndir einhvers staðar fyrir norðan og bara, herru, ég er bara komin til að vinna? Giska á hann að bara mætt allt inn í face-it. Það sé ekki það sem að flesta þeir spila hérna að koma. Og bara gjörsamlega rústað. Herru, við verðum að fá þennan gaur í Þór. Það er bara, hann er rugglaður. Já, bara koma út ringu. Og ég meina, það er alveg talentanda fyrir norðan. Ég meina, Peter, norðan, Rín, Dabbe, Myndigrís, hann á ekki ættir að rekja norður held ég, en Jóni frá norðan. Já. Þannig að þetta er sko Þórsarar sem eru líka frá Norðurlandi. Þannig að það er gaman. Það er gaman, það er alltaf bara eitt sem er ekki frá Norðurlandi sem er eiginlega bara skemmtilegt. Það er sko Þórsarar sem félagslið, þetta er svo, ef þú talar við Þórsarar, þeir eru svo stoltir. Þeir eru með identity í liðinu. Já, þeir eru svo stoltir. Sko. Ég er mjög ánægð með þetta því að þú veist, ekki öll lið eru svona, en gaman að spotta liðin sem actually setja metnaðinn í þetta og þróa þá. Bara einhver vörumerki bara bak við að vera Þórsarar. Já, bara gaman að ástríðu, við elskum ástríðu. Já, 100%. Ef við förum þá í svona vappadúelin, Rafle móti Myndigrís. Eru að fara að sjá vappadúel? Við sáum rosalítið að í senasta leik og jafnvel bara þeir voru að forðast að pikka upp vappan. Myndigrís, hann er ekki alveg eins. Hann er að fara að pikka upp City Main, alveg 100%. Önnum er sama hvað, sko. Jafnvel hann sé ekki að hitta með hann, hann er samt að fara að pikka hann upp af því að hann veit hann getur allt í hennu bara pop off, klára þetta. Og já, Rafle hinum einn er að fara að fá það sama. Hann til dæmis í leiknum á móti Lava í Miraz, hann var allt í öllu hjá þeim. Hann leit vel út. Rafle er búinn að vera að spila mjög vel upp á síkasti. Já, það verður að segjast. Kemur náttúrulega inn í deildina fyrir bara nokkrum árum. En nú það eru Þór sem sigra hnífana og þeir byrja City Main og þá eru leikir að hefjast. Við erum að fara í núk. Setja krík kjarnorkuverið í Idaho, Iowa eða eitthvað af í ríkjunum. Verður að fá þetta allavega einu sinni, Tommy. Já, alltaf gaman að taka þetta. Þetta er mikið identity núna, sko. Smókurinn, Mollin kemur inn á gólfið en það er Peter sem er að fá svona strollu af nú leikmönnum þetta að sér. Hann er að bakka niður og fyrir gluggana, fara að halda lífi hér en nær hann því allt og mörg skotmörk hérna en gerir góðan skada. Dabbi eins og er búinn að rotta niður, hann er í double door en Blik sér við honum hér. Hann er fallinn, það er Jón og Rín í single. Nú er ekki að spotta leikmann en engin bomba farið niður alveg strax en þeir ætla bara að sækja beint í hann. Jón komið fyrsta, Rín með annan, Jón heldur lífi og þá Rafle einn eftir, hann á 1 HP og Rín ætla bara beinustilega á bombunni eða hvað? Ekki kit. Þurfa að finna frakkið hérna. Ekki kit og er Rafle að fara. Hann reynir í þetta en Myndigrís bara heldur inni ekki dves. Hann Rafle fyrir ánæður með $3,000 á uspu í næsta ránd. Sérkennilega ákvörðun en ég reikna með þeir sé að kaupa hérna. Það hljóta að vera. Var hann með armor? Nei, hann var utilityð. Ef hann var með armor þá var hann særður. Hann var ekki með utilityð það.
Hvað keypti hann? Á með uspu. Hann keypti ekki uspu? Nei, hann sótt hana, en hann hefur hann frosið. Getur það verið? Já, það bara gæti verið. Við vonandi fáum einhverja upplýsingar það, en það virðist vera tactical pása. Tactical snack time. Menn að fá sér Pringles. Það fínt að fá sér Pringles, maður. Æ, ég fæ ekki nóg að það allan. Það fer ekkert svona drasl á fingurna. Nei, þú getur verið með þetta í tölunum. Já. En svo var nú minn ákveðu að forsa ekki. Rafle með uspuna. Hann með þessu uspu. Ég kann svo mikið að virða þetta. Eða bara segi gegn með uspu. Sko, menn sem að spila kannski ekki mikið og horfa á CS, þeir kunna ekki að meta hversu skrítið þetta að horfa á terran með uspuna þarna. Því þetta sést svo sjaldan. Þetta rosalega skrítið, ég verði ekki ná. Í öðru rándi líka. Rín í frábæri stöðu til að nákvæmlega bregðast við þessu. Í örlitlu svona off-angle inn í gula með autosjokkar. Malin pening fyrir liðið sitt. Ég hugsa líka autosjokkar, þá hugsa ég einungis Monty og Rín. Já. Það eru bara tveir. Bjarni eins ára deglunni að reyna að þeirra að plása þetta. Rín kom með góðan pening hérna, en Blikkallar nær Jón út og hérna Peter bara að taka réttar ákvarðanir. Þetta alveg eins og vorum að segja. En Blikk sér við honum. Það var ekki góð ákvarðan eins og það. En Rín, hann í frækinu og hann ætla bara að halda þessu. Komur að $6,000. Mikið nær maður að mala gullið á autosjökkuninni. Hún brenta pening. Nær að droppa líka vappa á Myndigrís, sko. Hún vappa í mikilvægur rándi fyrir að hafa vappa í. Þú horfum að Rafli líka mættur á vappan. Uspur Rafli. Þessi molli átti ekki að fara svona, en Grunnurinn hafa hann bara mist eða ítt og ótt að taka. Já, mjögulega. En Myndigrís, hann komið pikkið á Blikk. Fyrir aggressífur úti og sækir bara pikkið fyrir sína menn. Þetta hefur verið ákveðið skotina. Peter að skjóta nokkur skotum með það, en þeir eignast þessa rampin, en Rafle sigrar þetta vappadúel. Myndigrís búinn að láta hann telja, en Rín bak, en Clever sér við honum. Einhvern veginn hefur nú tekst að bíða eftir aggression hjá Þór. Taka út Myndigrís þegar hann kemur hann í hellið og Rín þegar hann mór í bakið á þeim. Peter hefði getað verið búinn að segja þetta. Það er enginn komið niður. Rín þarf ekki að vera aggro í bakið, en þá er Peter og hann þarf að vera stór. Tveir hérna að lágmarki. Spilar rampinum. En engum nær hann. Clever kom með 2 frögg í þessu rándi og þau eru 2 stór. Entry-fraggið á rampin og flankið sem kom frá Rín, og þá er Jón og Dabbi, og þeir eru væntanlega bara að halda hérna. Þeir eiga ekkert erindi í þetta ránd núna. Heldur betur ekki. Fyrsta ránd komið til landsigurvegarana. Og þeir spiluðu þetta örugt. Það var kompakt, það var alltaf verið að horfa á allt. Þeir náðu rampinum og þeir fætti ekki þessar griður sem mörgulega gera, að rössa niður eða rössa rampin. Þeir biðu eftir að Þór gerðu mistök sem þeir gerðu í tvígang. Já, vissulega. Það er ekki skafið að því. Fyrsta rándið eins og það fyrir nú eftir nokkrar sekúndur komið í bankan, en allavega þá nær Jón og Dabbi að halda 2 vopnum inn í næsta ránd, og Jón er með vappa. Það er hægt að búa eitthvað til hérna. Myndigrís á pening til að droppa og gerir það væntanlega. Já, það er að skipta hérna og fær sitt vopn. Engin armor á honum, en smókur og flass. Marín er ennþá spunnið að það fær hann autosjókk frá Jón. Guðskjöfin. Þeir eru hins vegar seinir inn. Þetta tók smá tíma að versla inn. Þetta er flókið sem ég veit ekki alveg hvar autosökkurinn er í bæmanninu, sko. Nei, margir spilarar nota líka bara bæskrift hreinlega, þannig að þeir eru ekkert með. Ég hef aldrei notað bæskrift. Nú? Ég er alltaf að misbæja líka.
en það er hennar mál. Rín, hann er komin í kunnuglega stöðu hérna. Við sáum þetta í rándinu á undan sem var að spila nákvæmlega þetta off-angle. Clever eins og það að halda gula. Staðan hans, við hefum síðan svo oft í þessu. Hún líður verna. En hér fá þeir félagskap. Rín, hann vill enginn labba inn í línuna eftir þetta. En Clever verður að gera þetta á skipunum og hann heldur betur, heldur áfram að endrija. Jónis var komið blikk og Peter með Bjarna, Rafli og Clever, 1-2 eftir. Já, köllum hann bara Clever. Hann er á skotskónum. Kominn með smá hérna en bomban liggur á óþægilegum stað. Þú setur plossinu með þessu smók en Peter að halda honum og Þór svara. Erfið staða þarna fyrir Clever, bomban. Peter var alveg með kontról á henni og viðbyggingunum líka. Það var þægilegt. Standa þarna inni og viðbyggingar kirsluna. Undir smókar. Já, við spáðum því og við erum að fá þá oftar í þessum leik. Já, við erum bara strax búin að jafna það sem að gerast í öllum leiknum. Vindigrís spammar örlítið í gegnum það. En engu að síður, þá eru 2 leikmenn nú komnir niður í síkretið. Pandas og umbunni, sjá aðeins meira af henni undanfarið. Hún hefur verið að skila sínu og Pandas á henni. Hér á 0 fröggum og sem á Bjarni og þeir eru að leita að einhvernum opnunum við það. Ég leikmaður búinn að róta þetta niður í Jón. Smókaður í vinstri, passa ofan í rampinn. Tvísvar Jón. Núna einhverjum nær fyrst á, gerir ágætis skaða á blikk en eiga samt niðursettið. Fá rótið í rampinn, 2 þar. En restin af leikmönnum er ekkert að koma þaðan. Bjarni bara að lifa. Og Clever getur áfram þessum endri stælum í sér. Þarna bara frábær flétta frá nú og blikk búinn að búa til allt ploss í öllum heiminum fyrir sína menn. Það er svo gaman að horfa á þetta. Þú sérð hvað leikmennir trúa mikið á það sem Bjarni er að kolla. 100%. Það er bara þannig á það líka að vera. Sjá að Vindigrís 1-3. Er hann að fara að reyna? Er hann ekki að fara að halda þetta, Tommy? Jú, hann verður að halda þessu. Hann hæfileikaríkur leikmaður en hann á ekki séns í þetta ránd. Bopp og skoppa hérna út viðbygginguna, vil ekki gefa honum. Nei, ert að grínast. Ekki svona. Já. Vantaði ekki mikið upp á hana. Vantaði alls ekki mikið upp á. En hann hefði heldur betur rekið vappan hún í kokið á mér, hann ná að diffjúsa eftir því að sagði hann á ekki séns í þetta ránd, en já, ég meina, guðvitinn er stundum hliðhollir. CSGO guðvitinn, það að segja. Ég meina, við horfum á Furious ná þessu, ná þriðdaginn. Já, ég held að hann sé bara tímanlegri heldur en Vindigrís. Það er kannski rétt, en hérna sjáum við að það er önnur tactical snack break hjá nú. Kannski aðeins að anda rólega eftir þetta. Anda rólega og líka bara kannski tími fyrir Bjarna að fara yfir næsta ránd því að hvert ránd telur og hann er væntanlega að telja peningi núna sem að Þór getur verið með í sínu fórum og antistrata það, mögulega að fara yfir þar næsta ránd sem er gunránd. Mögulega, eða spyrja mannin sem var ábyrgur fyrir pompunni hvað kom fyrir þarna, hvernig náði hann að næst í diffjúsa. Sjáum við skemmtilega fléttu út, það gerist hratt. Mjög hratt og ekki smókar fyrir krossið. Blikk komið fyrsta, Vindigrís hann stikluna úti. Bjarni nær að rífraka dabba. En Vindigrís nær ekki að búa til frakk hér í... Komst í mjög hentuga stöðu en náði ekki láta hann að borga sig. Peter upp í heaven og það er Rín á 5-7. 5-7 búin að vera skæðina í kvöld. Við hendurum á Spike en nú fær Rín að mundana. Það er góðum skaða en Bjarni klárar þetta ránd.
3-3 og Ég bara tók stórt ofmat á peninginu á Þór líka, þau eru að spara. já, þetta pjúra spar hérna, spurning hvort við fáum að sjá, við erum ekki múin að sjá mikið af lobbykrönsum, Tommy. Það var svolítið gamaldags. Það virðist vera að þú sett að fá óskvína. Lítur út fyrir að vera lobby allavega, en... Kröns það nú samt ekki. Nei, meira bara svona örlítið að íta. Já. Svona lobby push. Og ace fyrir Pandas. Snirtir þeir þarna. Lítið sem þið gáttu gert í þessu. Í raun og veru. Ekki mikill hraði í þessu pussi. Og það voru nokkri dollarar fyrir Pandas. Já, en það mest skiptið að það mistu engan úr rándinu, sem náttúrulega bara alveg frábært. Hún nú í frábæri stöðu til þess að halda áfram að byggja upp rándin. Sjá, það mjög lítið utility hjá Þór. Þrátt fyrir 2 spör í raun og veru. Míngris allavega komin á vappan og hann búinn að... Það 2 flush eftir í borðinu fyrir Þór og það 1.37. Opnum komin, Míngris kom með hana. Það að halda lífi hérna upp á þakinu en þeir komast niður í síkritið. Rótið þeir að koma niður núna. Það Peter. Nú gerði þetta svo vel síðast þeir ógnuðu niðri en endur þá að fara upp. Spurning hvort að Þór sé ekki hræddi við það í þetta skipti. Þeir eru ekki með tölu á hversu margir eru hérna niðri. Veit ekki hvort að Míngris hafi spottað einhverja sem að löbbu þetta niður. Náðu náttúrulega fraggi. Heyrðu líka fótskrif. Það komu 2 fótskrif sem að Jón heyrir úr reyn. Peter í góðri stöðu getur leitað allavega einum og varinn frá single. Það sem blikk kemur út væntanlega núna. Þeir ætla að koma út á 2 stöðum á sama tíma. Utilið kemur úr control en Peter að drakka sér inn í hotnið og bliknar endrinu. Þetta bara snirtilegt. Öll athyglim tekin þarna af single. Blikk eins og að tekin út af Rín. Rín lár og þetta 4 á móti 3 retake, 4 á móti 2 retake. Rafle og Bjarni, 2 eftir, 1 í control, annar í double door og Jón. Þetta var beint í haus, við heyrðum það og þetta líka. Einhvern veginn tekst Þór að lifa með 4 í þessu rándi. Vel spilið á þeim og nú hljóta að spyrja sig hvort þeir ætti ekki geta gert betur þarna. Já, ég held að þú verður að gera betur þarna. Þú ert komin í afturplantið og komin með snirtilegt entry á leikmanni niðri. Á móti lið sem á ekki neitt nema 1 flass kannski. Já. Unnu bara að fæta hana sína. Það virkar. Heldur betur. Þappið hún á Rafli. Þú veist, við erum ekki að fara að horfa eitthvað hratt hérna Tommy eða hvað. Rafli kíkir á Rafli. Nú getur skrensa sem tekur Rafli niður þarna nokkra punkta. Þetta auðveldar headshotið með M4. Bara 1 headshot og leikmaði fallinn, svipa á AK-in. Einmitt bara 1 M4 á Þórsmönnum. Míngris hægur stöðinu í secret. Hann ekki að spretta. En hann ekki að verja hins vegar. En Jón, hann þarf ekki aðstóð alveg strax og eiga Míngris ennþá inni en það bara Rafli að finna. Hann leitandi á sítispúnnu. Það svo fassið að... Vita núna að það 1 annar leikmaður úti, annar að róti þetta og það bomban. Míngris, hann leitandi en hann grunar engan veginn að það séu 2 leikmennat úti. Svo Ísbjörn á Suðurpólum þarna, náttúrulega alls ekki heima þarna. Rafli gerir vel að fiska eftir upplýsingar Jón í viðbyggingu. Hún bara að fikra sér nær og nær Jón út. Peter og Dabbe. Og aftur róa nú. 30 sekundur eftir í rándinu. Klefin eins og að fallin, vita núna að Dabba. Planti kemur og það niðri. Peter í góðri stöðu en nær ekki að refsa. Bjarni komin inn í single og hann ætla bara að taka dúelið. Það spilur stórhættulegt hérna núna. Það Bjarni og Rafli
Rafle komin í single og refsar, double og refsar þarna. Sannkallað masterclass hjá Rafli í þessu raundi. Gerir vel að býða þarna og eftir mistökunum hjá Menidigris, fá rotatið, en gerir ennþá betur í að finna Jón og líka ná honum í viðbygg. Þetta round skrifast algjörlega á Rafli að mínum mati. Þetta sjáum við að efna hjá Þór brotinn, þetta eru Diggur og 1M4. Menn að byrja að væga sætt stertina, Tommy. Heldur betur og það er bara að búa til góðan terrhálfleikina. Strax komið 5 round á blað og er að leita að 7. og það er engin griður gefin, það er engin vopn gefin, það er ekkert. Engin sensateknir og þannig á það að vera líka. Við viljum sjá meira svona frá Íslendingum. En nú er einhvern veginn halda jafnvel okkur giskandi hvað þeir eru að fara að gera, Tommy. Smóka lögsmókin, Dabbi kíkir yfir, enginn þar og fer þetta rampinn. Blikk kom með allar upplýsingarnar í heiminum hérna úti. Blikk á playið. Spurning hvort að restin af nú fari ekki að róa í ljósið þess að Blikk er komin hérna í gullna stöðu til þess að tryggja rándið. Eða hvað? Þetta heyri Jón. Nei. Hann heyrir í hoppinu. Það hlýtur að vera. En Blikk hefur betur. Hleypur einum gula en missir af leikmennunum sem eru upp á. Lítur eins og að komið fyrsta. Komið AK í hendunar. Er kitt þarna sem er á síðspunni sem hann getur pikkað upp, en efast að Peter sé að íhuga alvarlega hvort hann sé að fara að reyna í þetta. Nei, hlýtur að halda þessu, allavega hann að gera sér líklega til þess að reyna það. Sama hann er ekki með armor. Og þessi AK er verðmæntur í höndunum á þeim í næsta rándi. Rýnir er aðeins með $600 og við erum við svo fullum loss bonus, en samt sem að það dýrt að vera CT. Heldur betur round dýrt að vera laga. Tekur ekki kittið. Þetta eru $400, Pétur. Og það flýgur inn á CT-spónu. Já, það var ekki mikið annað að tala heldur en Peter og kittið. Já, þetta var einfalt 7. round hér fyrir leikmenn nú. 6-4. Og já, við verðum bara að tala um afgerandi forskot nú hérna í hálfleikinu því að við erum að sundurspila. Þór. Heldur betur. Rafli líklega þegar hann entri hérna. Særi Jónin í 31. Blikk klárar það. Blikk með, já, bara gott rífrakana. Gjörsamlega viðstöðulegs að núti. Já, algjörlega. Enginn að halda honum. Og þetta er nákvæmlega sem við sáum hjá honum í fyrsta leik á móti Fylki. Hann var að eigna sér út í svæðið. Óhrættur við að mæta þarna úti. Jafn náttúrulega gruni að Menidigris sé á vappanum. Aftur er hann að taka séns þarna. Vissulega klíra þarna djúpa engulið, en hefði á lokum komið til hans. Sjáum ungstirni hérna velja hárrétta tímasetningu. Og hann er búinn að búa til heilmikið pláss. Ívar er stór, nær ekki öðrum leikmönnunum. Þetta er að skjóta hreinlega til þess að hafa fengið fraggið. Óheppileg mistök hjá Rín. Og Rafli, hann fyrir bara rakleiðis niður í síkretið. Hann er með bombu á bakinu. Og hann væntanlega að molla téð. Þannig að Lassi kemur þetta út single. Snirtilegt. Einungis Dabbi einn eftir M4 í höndunum. Og ekki ránd til að vinna, en kannski frögg til að finna. Það er peningur í borðinu til þess að hönda hérna fyrir nú, en kæmur á óvart að þeir fari mikið meira en 1 eða 2. Sjáum til, þeir eru með. Ég hef aldrei verið í þessu horni. Nei. Þetta er skemmtilegt engul. Ég veit ekki hvort að Dabbi finni eitthvað hérna. Nei, það er rétt að þú sér þetta ekki oft. Nei, ég bara
Ég í alvörunni hef hlaupið fram hjá þessu örugglega milljón. Ég hef aldrei séð þetta horn og Blikkur ekki heldur. Klíraði þetta alls ekki og fellur þetta landinu lár eftir... Heldur betur en hann klírar þetta bara næst. Já, hann man eftir þessu næst. 7-4 og peningurinn afleitur og við förum aðeins yfir skorið þá Blikk. Hann efstur á skorputinu 11 frögg á nafninu engin MVP-stjarna en klárlega MVP-in í seinasta rándi. Heldur betur getum við mikið að sjá ATR hérna. Sjáum við að Rafli með 103 í ATR. 90 á Blikk. Það Rín sem efstur hinum með 92 en það 45 á Míndikari sem ekki búinn að ná að búa til rosalega mikið á þessu vappa. Vilt sjá þess að tölu hærri, sérstaklega á vappa, við erum ekki gleyma því að þeir náttúrulega fá auka damage bara fyrir að vera með vappan. Já, vissulega. En sjáum við klassist default hjá nú. Búast við eitthvað húsi. En lítið sem kemur takka Rín hins vegar tekur góðan skala á grensu nr. 2. Rín heldur áfram algjört núsens þarna í gula. Þetta komið Míndikris á rampinum. Það Pítur sem næstur Rín nær að kíkja inn úr gula en Blikk heldur áfram að vera erfiður úti og hann bara komin í hellið. Blikk einhvern veginn á ótrúlegan hátt komin hérna upp í hellið einmitt. Jón nær Blikk út en þetta orðið 2 á móti 3 en þá ætla leikmenn nú bara að skella sér rampinn. Stuða rampinum. En svona kitt og smókur í boði fyrir Þór, þannig að þetta alveg mögulegt. Þurfa rauninni verið bara að fá að treyti hérna og þá þetta 1 á móti 2. Bjarni, fyrsti leikmæri sem þeir munu labba inn í, fær þetta flass til að klíra út tíð og hann bakkar. Það ekkert frítt sem að Þórsarar munu fá hér. Þurfa að fara niður tíð og Rín fær 1 flass í grímuna. Þetta flass hugsalega gerir út einhverja vonir sigur í rándunni en byssu fyrir Rín en þetta við beðið eftir. Já, þá var bara byssa fyrir Jón. Það ætla að halda henni. Var AK í hefn fyrir Rín? Það var það, spurning hvort það vantaði bara ekki í kollið en Jón hérna getur orðið stór, skemmt efnaða hjá nú eða hvað. Vilja bara ekkert taka sensin á því. 8-4, halda vappa og þetta rosalegur terrháleikur sem að nú að búa til. Heldur við megum ekki gleyma að þeir að gera þetta móti liðinu sem talið almennt vera annað besta liðið í deildinni. Þórsarar hafa byrjað sterkt á tímabilinu. Það var nú gert líka. Vissulega að spila nokkra tæpa leiki en hérna nú að sýna okkur rosalega terrháleik. Það svolítið ákveðið sjálfströðstómi sem kemur með það að vinna LAN og ég held að það sem við erum að sjá hérna núna. Hérna kemur flassið. Þessu töluðum En Jón undirbúinn í þetta. Reyn. Clever að koma eftir. Hann er bara rosalegur á því en Dabbi upp á gula þarf að gera eitthvað stórt en Clever aftur með rífrakkið, entryið. Hann allt í öllu. Og Rafli búinn að finna Jón. Allt í einu þetta 3-2. Rosalega þetta ránd fyrir Þór og Það verið að búa til helling fyrir Blikk en við skulum ekki glemma því að Clever búinn að vera ansi naskur að finna þessi entry og finna rífrökin. Þetta önnur staða heldur en við höfum verið að sjá Clever í undanfari. Hann alltaf hættur. Clever nú aftur að loka þessu rándi fyrir nú. 9-4 orðin staðurinn, Tommy. Þetta alveg svakalegu terrháleikurinn nú og Þórsarar þeir klóra sig bara í hausnum. Clever á vappanum, Bunny hoppandi. Þetta bara allt eins og á að vera. Við fáum örgulega kaupið frá Þórsurum. Þeir eru að freista þess að ná seinustu 2 rándunum. Sjáum þetta peningin á nú. Þeir geta keypt út hálfleikinn og gott betur. Míndgrís komin á vappan. Hann verður að búa eitthvað til hérna. Já. Það verður að fara með að vappa eitthvað sem hann fær pikk. Það eru pikk að finna það núti. Blikk hann vísa að fá flush en hann rosalega aggressífur. Já, vissulega og Talandum. Flushinn og smókar. Allt á eldi allstaðar. Svo blessa gulahúsi.
En núna vita hvar vappin en hann ákveður að róta þetta ekki af þessu og Rafle, hann komið sjálfstraust, hann ætlar bara að taka dúelið. Mér sýnist það allavega. Upplýsingarnar að vappin sé á rampnum búinn að setja vind í blik sem núna að pikka úti. Vindi það ekki vappin sem mætir honum, að öllum líkindum allavega. Já, honum líður vel bara þegar hann tekur dúelið á móti Jón hérna með M4. Situr á Kenny og hann að fara að sniglast hérna inn í viðbyggingu. Fær þetta fyrsta dúelið, Rín fallin en Jón nær rífrakinu. Þessi flush, staurblindur Dabbi og Clever. Hann með eitt annað entryið inn á site. Núna stór spurning fyrir Þór. Þeir vilja fá sér senstu 2 en sætta þessi við 1 round. 3 og 4 erfitt retake með vappa. Rafle komið Jón núna. Og Rafle komið Myndigrís. Hann á eldi! Ótrúlega pikkan á Rafle. Viðbröðin bara... Þeir drífið sig í burtu en ekki ára hann nær Bjarna og einum AK. En núna setur nú restina af leikmönnunum í höndið. Borgar sig alltaf. Og Clever finnur hann. Þetta eyðileggur peninginn hjá Þórsurum eiga kaup inni, M4 armor, ekki mikið að stöffi en nú 10-4 gera allt rétt og allir leikmennir eru rauninni að standa sig mjög vel, finna pekinn Myndigrís á skátinum en allt kemur ekki Jón og Myndigrís að konu með einn en blikk. Hann stoppar ekki úti. Skiptir einhver máli hversu marga leikmenn og sendir hann út. Já, nema þú sendir Dabbi. Hann finnur pikinn. Blikk gerir vel að lifa hérna líka. Nei, hann gerir það ekki, segi ég. Peter komið Rafle, en ég meina hann nær 2K hérna. Já, ég ætlaði að segja að hann gerir það vel en svo mismældi ég mig. Clever hérna 1 og 3. Já, Clever að fara að senda okkur í 11-4 hálfleik eða ná Þórsarar að klóra baka. Dabbi tekur hérna óþarfa fæt að mínu mati. Breytir þessi 1 og 2. Óþarfa fæt en bomban liggur úti á óþægilegum stað og eins og við sjáum þá leikmaður komin á terspónið. Allt hljótt í Setarkrík. Leðu Clever sér hérna engan inni, það ætti að vera Q fyrir hann að þeir eiga bombuna. Það hlýtur að vera. Ætlar hann að hlaupa út viðbingu og ná í hana þar. Hann þarf að hafa hraðar hendur eða fætur. Heldur. Hann með smók hérna. Og Rín ætlar bara að fela sig. En hann komið bombuna í hendurnar. Það eru 15 sekundur eftir. Getur droppað niður þetta. Ákveður að gera það ekki eins og það. Það ætlar að fara að búinspilið í plantið og Peter nær að bregðast við. Og þeir bjarga þessu rauninni fyrir hotn. 10-5. Ég myndi ekki segja það að bjarga þessu fyrir hotn. Ég myndi segja að þetta sé tilraun til þess að reyna að halda sér á lífi, að halda sér á floti. Já, ég meina þú veist, þetta er eins og að horfa á einhvern ósyndan reyna að synda. Heldur betur, þetta er gjörsamlegur skildur sigur hérna í Pistol fyrir nú. Nei, fyrir Þórsara, fyrir gefið. Þeir reynilega verða að fá þetta randómi. Verða ekki verða. Nú sjáum við hvort það verður af því. Það er Silent inn í lobby hérna og einn leikmaður virðist að fara upp á Silo. Hann ætlar inn í viðbyggingu og það er Myndigrís. Hann er komin á Kenny og ætlar að challengea hérna leikmanni sem í Heaven. Það er Bjarni og með gott sett upp hann að Rafle og Blikk bara að rústa þeim. Ískur, Bjarni komið Myndigrís, það er ekkert. Það er engin bjartur partur. Lokuð, segir Rafle. Þeir taka þetta ránd án þess að missa mann. Án þess að missa mann og þeir löppuðu inn í bara sláturhúsið þarna. Stakkið heldur betur að virka fyrir nú staðan 11-5. Þannig verður Þórsara að forsa eða hvað? Nei, þeir kjósa að kaupa í næsta rándi. Diglur og ekkert með því. Diglur keppni út í það minn. Við höfum séð þetta. Já, það hefur virkað. Það eru Diglur-spilarar í þessu liði. Aldrei áskrifað þá.
en grensan á Rín er gjörsamlega kjarnorku sprengja 12 HP eftir á Rín. Myndigrís leitar og það er Rafle sem finnur hann. Engin griður gefin. Ekki mikið af hausum til að finna þarna. Rafle Píter og Bjarni. Hann fellir þetta en Rafle nær Dabba. Og þá er það Clever og Rafle sem er að spila inni á samt ætla þess ekki Blikk, jú, sem er upp í Heaven. Einmitt. Eru bara rólegir að vanda sig, þetta er engin örvænting. Nei, þeir fyrir á lappinu línuna þeirra. Það er rosa lítið að finna þetta fyrir Þórsara. Þetta er þarna 4 hausa hérna, 30 sekundur, pressan á þeim, 5-11 undir og Rafle heldur áfram að raða inn frökkunum. 19 fellur á honum og Clever finnur Rín 12-5. Hérna sjáum við byssur væntanlega frá Þórsurum. Þetta er samt sem að það er ekki nei, það er annað deglur átt. Myndigrís situr á 4 frökkum. Ég skil ekki alveg ákvörðunina að spara hérna tvisvar. Annarkvæmt sko að forsa og spara eða þá að hreinlega Clever og Bjarni klára þarna Dabbe með grensu inn í ískur. Fallin Clever nær Jónen, Rín nær rífrakinu en þetta er nákvæmlega einn staða á áðan. Snirtið flassana frá Bjarna. Flott teamplay. Já, það virðist vera það sem nú eru að búa sig til. Alveg þrjusig gott teamplay og skemmtilega fléttur. Og það er gaman að sjá að þetta haldi áfram inn í seti. Það eru líka plays og óhræddir við að gera plays í seti. Það er svo oft sem að liður mjög ströttu í terr en seti halvleikurinn vantar. Það er greinandi það er ekki fyrir nú. Mjög skemmtilegt að sjá playin allavega. Það er seti meginn af búið til pláss, ná endrium. En þeir ætla út ískur, Píter umstæðaðna. Það er Bjarni og Blikk klára þetta. BN2 sendi okkur í 13-5. Við sjáum við Vappi á Myndigrís fyrstu til að kaupa. Já, þú talar það fyrir leik. Myndigrís, hann er að fara að kaupa Vappan aftur og aftur, saman og sem ekki hitta og já, hann er búinn að vera að hitta en hann er ekki alveg búinn að taka. Hann er ekki búinn að hafa ná mikið impact á leik. Alls ekki. Sjáum við play úti. Finnur þetta fyrsta Blikk. Rosalega stór hérna úti. Dabbi allan að koma með Rafle tilbaka en þá er Blikk að finna á Dabbi, hann plömmar, hann dettur. Vissulega mikill skaðis gerður af Blikk þegar hann var að detta niður en þetta setur maður á hliðina, Halldór. Hann er að leika sér það. Já. Það er það sem við erum að horfa á, hann er að leika sér það. Merkilegur árangur hjá leikmannunum unga. Gjörsamlega sturlaður. Hann er ekki hættur, hann heldur áfram. Hún líður svo vel að Er þetta ace, Tommy? Þetta... Nei, Clever fekk grensukill á Myndigrís. Þetta var 4 kill, eiginlega allt 1 á móti 1. Já. Hann er magnaður. Blikka sín og sanna að þetta var ekki one-off, þetta landsliður unnu. Það verður verið sagt. Já, bara nú liðið í heild sinni. Já. Að sína það. Þórsarar, aftur komnir á degluna sínar. Bitlausar en að skera melónu með skeið. Já. Það er að loka fyrir grensuna. Rafle kom með Myndigrís þessu sinni. Þetta Vappa dúel sem við vorum að peppa upp hérna fyrir leik. Þetta er búið að vera rosalega mikil einstefna að Rafle er búin að vera með rosalegt impact á meðan
Myndigrís ekki búin að sína mikið. Clever, Pandas og Blikk. Allt að fatta mig nú. Hreinlega hvert svo horfir þá verið sjálf bara að vera það mikið að Peter aðeins að klóra í bakan, tekur út Bjarna. Bara að klóra fastar því að Pandas klárar hann hérna 15-5 og það lítur ekkert út fyrir að þeir sé að fara að ná öðru rándi hér. Það er allt að koma upp nú hér. Þetta betur Myndigrís fyrstu til að kaupa beint á vappan. En Gunnvald enn og aftur geta klórað tilbaka. Þetta eru 10 ránd í röð sem við þurfa á. Rafle, hann er komin í aggressífa pósu. Myndigrís kom með Blikk. Það er leikmæðurinn sem er búinn að vera að valda þeim vandræðum. En Rafle klórar bakkan. Peter fallinn. Myndigrís, hann er leitandi að einhverju. Og það eitthvað er pikk á Rafle. Klórar tilbaka í þessu dúelis þeirra á milli. En ennþá Clever, Pandas og Bjarna að finna. Clever búinn að vera stór minna búið að sjást af Pandas og Bjarna en sjálfsögðu þá geta þeir komið og sýnt að þeir geta lokað rándum sjálfir. En 4 Þórsarar eftir á lífi og þeir eru búin að stakka uppi. Bjarni finnur pikk á Rín. Þetta var nákvæmlega það sem þið þurftu. 3-3, 50 sekundur eftir. Þórsarar gera sér líklega til að fara inn en þessi smóki stál er hugsanlega að fara að breyta þeim eða hvað. Nei, tími til að vinna með. Þurfum ekkert að bregðast neitt allt of hart við en þetta er allan að búið að neyða. Sér ekki manna með uppi. Tímasetningin á Clever aðna Dabbi fallinn. En Jón er að klóra í bakkan. Pandas, núna með Jón, 1 á móti 2. Það er að nósuma þetta Bjarna. Hvað gerist hér en Pandas klárar Myndigrís og það er 16-5 nú í vil. Algjör sigur fyrir nú. Burst sem að við vorum engan veginn að búast við. Nei, ég var eiginlega spenntastur fyrir þessum leik. Sama hér, ég var að búast þetta hörkuleikur sem að Þórsarar voru jafnvel líklegir til að sigra en nú er bara sín og sanna að þeir eru hörkulið. Hér og nú. Hér og nú bara get ég ekki beðið eftir að sjá nú á móti Dusty. Nú á móti Dusty og bara nú á móti flestum liðum því að þetta var bara hörku skemmtilegur taktískur, ekki of taktískur. Heldur, þú veist, við náðum alveg að lesa í það sem þau voru að gera frekar auðvitað en þetta var bara einfalt, effektiv og bara allir á sömu blaðsíðu. Já, en það sem var sko áverðast við þetta er að þeir virðast að tekja þetta sjálfstöð sem þau fengjum við að vinna lanið og eru að vinna með það. Eru að nota sér það til þess að actually byggja ofan á það og halda áfram að spila sem lið, halda áfram að trúa það sem Bjarni er að kolla og trúa það sem þeir eru að gera og ég bara er hrikalega spenntur fyrir að sjá hvað þetta lið getur gert. Vildi getur orðið betri. Tökum aðeins fyrst Þórsara fyrir. Það var erfiður leikur fyrir þá. Já. Það var fyrsta tapið þeirra í deildinni, búin að vera tæpir svona undanfarið en búin að landa sínum leikjum en hérna náður ekki löndinströnd. Voru aldrei inn í þessum leik? Nei. Mér finnst þeir aldrei verið inn í hún. Bara alls ekki. Þeir voru að leika sig með þarna í tersetunum sínu og já, hefði hæfilega geta verið bara lítið verið út fyrir Þórsara. Þetta rándarna það sem þeir eru með 3 niðri og ná að feika og róta þetta niður og fara sem hina 3 út gula. Það ránd gjörsamlega svona innsiglaði fyrir mér að Þórsara voru ekki að fara að ná að lesa þessi rótasjón. Þeir voru búin að teygja á vörninni hjá þeim, þeir voru búin að feika þá og það svona svolítið, við sáum líka tactical portion kom svolítið eftir það, spurning hvort þetta ránd hafi svolítið eðalagt móralinn, kannski eitthvað vitlausir reports í gangi. Myndigrís. Hann verður að gera betur. Það er vappin í liðinu, þú þarft að fá impactið, þú ert búin að eyða, ég hef ekki kalla kannski $13-14,000 í byssuna en hvað nær 2 pikkum? Hann náði ekki að refsa, sérstaklega ekki að refsa Blikk. Blikk komst upp með merkilega mikið að núti. Já. Og sko, hann var alveg að hitta en hann komst upp með að bara hreinlega svinga að núti. Bara óhrættur. Engin smókar og svinga bara rauðagáminn nær endrium. Oft kom ekki svona flasku, oft var þetta bara glórulegt sving sem að kannski augljóslega byggir út af einhverju öðru, byggir út af einhverjum upplýsingum frá mönnunum inn í lobby, bara hei, 2 viðbyggingu, þá veistu þú kannst upp með að svinga, oftar en ekki. En þú veist, það voru hlutir þarna sem voru, þú veist,
sem voru bara svolítið svona YOLO og og ég ætla að vona að það sé út frá upplýsingum sem þau voru með frekar heldur en það sé bara trú. Þjöppum þá saman restin af Þórsliðinu. Núk voru þeir yfirspilaðir út af því að þeir voru ekki með allt á hreinu hvernig þeir voru að fara að approacha mappið eða leikinn, eða var þetta bara einfaldlega frábær leikur frá Núk? Sko, nú var betra liðið þarna, en þeir voru líka með betri leikmennina þarna. Þannig ég ætla að segja sko að mér líður eins og að Sigurður Lahan hafi gefið þessum leikmennum það sjálfstraust sem að þeir voru með til að spila svona í dag. Já, og kritikal leikmaður leiksins. Þetta er erfitt kól í dag, en ég ætla að gefa Blikk þetta. Ég er mjög mikið á milli. Já, og veistu, ég held að Clever geti komið þarna sem þriði leikmaður líka inn. En þeir þrír voru bara stórfenglegir. Já. Og Pandas og Bjarni voru að spila þarna hörkugóð roleplay og voru að taka sín frögg, þannig að þetta er bara góðu liðsjör, en Blikk. Ég gef Blikk. Mér finnst það bara frábært kól hjá þér. En leiklokið á milli Nú og Þórs, Nú með frábæran sigur, næst tekur við Viðstöðu og Saga, en við ætlum að kíkja í örfáar auglýsingar. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú fær Razer Gaming vörur í Elko. Cheers to a good time. We need some action. Oh, first time in Temptation Island history. We have the power to send each other home. All eyes on you, famous Mrs. Sweeney. How much can you really know about anyone? There's no such thing as a coincidence. Jag har en jättestor grej på gång. Well, you thought wrong. We're gonna find a way home. It's gonna be a hell of a ride. I bleeping loved it. The show that unlike anything you've ever seen before. This is on fire. Are you guys ready to party? I don't know if I need a chair or a sick bag. Bam! You gotta put stuff like that in the book. What's he doing? What he does. Never a dull moment. Electrifying. Flipstick is the brand. If you already heard about it, raise your hand. Winning is my signature. Yeah, I ain't taking prisoners. To be a role model to my kids, it just means so much. All the work and all the sacrifices are finally worth it. I ain't taking prisoners. Nýjar hágæða evróskar þáttaraðir eru nú aðgengilegar á streymisveitu Stöð 2 Plus. Norrænar, spænskar, ítalskar, þýskar, pólskar og fleiri hágæða evróskar þáttaraðir. Á streymisveitu Stöð 2 Plus er eitthvað fyrir alla. Is this supposed to be scary? Get everybody out of here. Evil dies tonight. Father, are we safe here? Unless there is something to fear. Do it! Do it! Do you want to see my face? Hi, I'm Chucky. Wanna pray? Sama hvað þú spilar, við spilum með þér.
Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Vefsala TM á tm.is fljótleg leið til að tryggja þig og þína. Kynntu þér málið á tm.is. TM. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Já, velkomin aftur og já, við erum búin að horfa á 2 frábæra leiki í kvöld, en það er þriðji sem að hefst núna, það er Viðstöð á móti Sögu og Viðstöð náttúrulega leita sínum fyrsta sigri. Þeir eru það og Saga er að halda áfram að samkvæmt þessu þeir eru búin að líta betur og betur út, Sögumenn. Já, vissulega og einhvern veginn er þetta lið búið að stimpla sig bara vel inn sem já, þeir eru bara contenders fyrir top 4 hérna. Þeir eru búin að líta bara mjög vel út. Þeir eru klárlega ekki að tilkall til þess. En ég verð að segja að top 4 hjá okkur er byrjað að vera ansi hárugt í ljósið þess hversu sterkir nú eru orðnir og hvernig Þórsara líti út og svona lafa að koma aftur inn. Þetta byrja að vera hörku spennandi mót. Sko, við erum nýbyrjaðir. Við erum á 4. umferð. Ég man ekki hversu margar umferðir við erum, en við erum með Super Saturdays og við erum með hellinga skemmtilegu stöfi hérna út bara alla leiktíðina og það verða 2 útsendingar bara mjög oft og ég er rosalega spenntur. Ég líka. Sko, ég ljósi þess að við vorum að horfa núna annað besta liðið í deildinni vera bara gjörsamlega rústað af nú. Bursta. Og þá bara erum við að sjá bara miklu jafnari og skemmtilegri deild þetta nokkuð tíman fyrr og já, þessi 2 lið sem að koma inn aukalega 10 liða mót, þetta bara gæti ekki verið betra. Sammála, þetta virkilega svona kryddar inn í og leifir liðum sko að hvað ég segja, skilja sér frá okkur öðrum. Já, kryddið, já. Það gerir lífið skemmtilegt, en við ætlum að kíkja á liðið Viðstöðu. Það er Blaster, Alle, Mozart, Seni og Klassi og já, ég sagði þetta lið er að leita sínum fyrsta sigri og þeir eru konu með 3 töp, Mirage, Inferno og Nuke. Fyrsti leikurinn var á móti Ármann og það var mest close leikur þeirra sem við spiluðu í overtime á móti Ármanni. Í Mirage. Töpuðu síðan 16-5 á móti Dusty og það er Inferno, sá ekki til sólar. Nei. Við kannski fyrirgefum þeim það. Dusty litu mjög vel út í báðum Inferno-leikjunum sínum og þeir eiga eftir að sína vilja þeir fá fyrsta stigið sitt þá kannski er það ekki móti Dusty. Nei, alls ekki, en síðan mætaði Breiðablik. Breiðablik, já, var spáð að mig minni 9. sætinu og já, eins og við sáum á móti, já, í fyrsta leiknum þegar við spiluðum klippuna frá sigurmomentinu þá já, það var ansi kátt þar en örugglega ekkert rosalega skemmtilegt að vera í klefanum hjá Viðstöðu eftir þann leik. Nei, líklega ekki. Þannig að þetta er svolítið svona leikurinn þar sem að þeir þurfa að bounce back, ef við má orða það þannig. Já. Hver er toppmaðurinn minn? Alle. Það er rétt! Herru, byrjar að hitta aftur. Fyrsta sem hittir í kvöld, en Alle hann er toppmaðurinn minn og ég meina þetta er bara leikmaður sem verður að sjóa til að krækja sigur þetta. Sko ég tók saman, ég fór svona að meta allt liðið í heild sinni og sjá hvernig það lítur út og þetta er stjarnan í liðinu. Það verður að segjast. Þetta er 100% besta maðurinn í liðinu og það er bara eiginlega svolítið skrítið að hugsa þess að Alle sé liðið sem er á botninum í þessari deild eins og eins. Já, ég held að hann sé ekkit rosalega oft sem að hann hefur keppt í deild sem að hann er neðstur. Nei, enda sko hann er top 3 vappi, top 4 vappi, það er komið svo margir sterkir vappar, þetta byrjaði að vera svolítið erfitt á mig. Sko, við gætum sest niður eftir svona halfway pointið á deildinni og við gætum búið til power ranking yfir hvert einasta ról í leiknum, í deildinni og það væri bara hörku skemmtilega. Herru, við lönsum þetta. Spáum við þessu. En ég var að heyra allavega að við erum komið með vítóið. Ég spáði Nuke, en vá hvað ég myndi fíla Mirage. Sko, ég væri til í allt annað heldur en Nuke. Ég held að fólki sem er að horfa sér sammála mér viljum sjá eitthvað meira heldur en bara Nuke.
En það Dust 2, Mirage, Nuke, bannað viðstöðu, Overpass, Vertigo, Inferno og við förum í Ancient. Til í þetta. Vá hvað ég til í þetta. Sástu hversu ég var ánægður ég var? Já, sko, í raun og veru mætti vera hvað sem bara ekki Nuke. Já, ég meina, ást mín á Ancient. Þeir sem eru búin að vera að horfa á deildina hingað til, vita að ég fíla þetta map. Ég eitti 5 mínútum að samfæra þig að þetta væri besta mapið í púlinu í senastu útsendingu. Við náttúrulega erum báðir miklir Ancient menn og við náttúrulega, ég og þú erum með mjög svipa mappúlurinn. Við elskum Inferno, við elskum Ancient. Já. Og já, við spilum rest. Eina sem að differir á milli okkar að ég fíla ekki Overpass. Og ég fíla ekki Dust 2. Já, Dust 2, ég held að sé bara svona legacyð. Það mætti eiginlega bara fara, sko. Það allt mikið legacy á baku mappi til að það myndi fara. Það má fara í smá, þá til að vera reworkað og gert eitthvað skemmtilegt. En alls ekki fara alveg að eilíf. Meina með fara eins og Cobble, bara svona fara en koma tilbaka. Já, ég var til að fá Cobblestone tilbaka, sant? Já, 100%. Það var skemmtilegt. 100%. En já, við eigum þessa samræði inni fyrir podcastið okkar. En við ætlum að kíkja rakleiðis á lið sögu. Það Cirque, Dom, ADHD, Wizard og Skún sem skipa lið sögu og eins og við vorum að tala Dói, þetta lið, það búið að þróast yfir tímabilið og seinasta tímabil, búið að bæta við nokkrum skemmtilegum bitum núna við sögu, sérstaklega Cirque, núna Skún á seinasta tímabili, Wizard kom inn á seinasta tímabili, frekar kaldur, ekki búin að spila lengi en lítur vel út, Wizard búin að líta virkilega vel út finnst mér. Mjög vel út og ég fór að pæla eins í því. Já. Hvaða lið eru með betri double vappa setup heldur en ADHD og Cirque? Dusty, já, Palli Bondi og Palli Bondi, Stebbi Kókó og Þorsteinn. Þeir eru með besta triple vappa setupi líka. Já, vissulega, en síðan kemur ætla að segja ekki Jón og Mindigrís. Já. Það er engin saga. Cirque og ADHD. Jú. Ég var að búist við að tala um að saga væri þarna með sterkasta vappasetup í double. Nei. Ég held að Dusty sé með það. Þeir eru kannski close second. Þeir eru 100% með besta Dusty, en síðan close second þá er Cirque búin að vera svona. Hann getur vappað. Hann getur karjað. Hann er búin að sýna og sanna að hann er búin að koma inn frá þessu fylkisliði frá seinasta tímabili inn í þetta lið og hann er ekki búin að stíga feilspor. Ég meina, þeir eru konu með tap á móti Þór, einmitt í Ancient í overtime, leit vel út þar og á móti nú þegar þeir rústuðu nú í Inferno þá leituðu vel út og síðan rétt svo sigurinn á móti Tension í Ancient aftur. Einmitt. Þannig að þeir bara líta vel út og Cirque er búin að skæra fram á líka. Heldur betur og mér hlakka svo til að sjá þá í Ancient. Þetta er einmitt svo skemmtilegt map til að sjá sögu í að því að sko viðstöðu þurfa að koma tilbaka með ykkur, þau þurfa að gera eitthvað. Þau eru að leita á þessu fyrsta sigri. Saga er held ég að vonast þess að þeir eru bara með á að bursta á einhvern. Ég held það og ef við hverjum tilbaka á byrjunum á seinasta tímabili þegar Ancient var í rauninni bara ekkert spila, það var spilað í bönnuðu allir á móti þeim. Já, það vildi enginn mæta á móti því að þeir voru þessi one trick ponies í Ancient í Faceit og voru að ekki segja ansi mikið íló og en ég meina í millitíðinni þá voru þeir að læra mappið, þeir voru að læra svona litlu nitty-gritty hlutina sem að þú ert að gera aftur og aftur og þeir eru búin að fylgja metunni alveg í gegn og þeir getur komið með eitthvað inn sem að viðstöðu hafa bara aldrei séð. Gæti verið, en ég held bara að þeir séu sko að fara að mæta þeim að miklu hörku. Þeir eru miklu seffræðingar í þessu mappi, margir talaðum, að ég er ekki alveg viss að viðstöðu hafi gett rétt með enda í Ancient í kvöld. Nei, en það verður áhugavert í rauninni að sjá hvort að við séum að enda í Ancient út af einhverju ástæðu eða hvort að í rauninni þetta vító hafi bara gjörsamlega verið unnið af sögu. Sko í fljótu bræða þú lítið út fyrir að hafa verið þannig. Ég ætla að lega mér eiginlega bara vera nokkuð viss það að saga hafi unnið þetta vító. Það verður bara kemur skemmtilega óvart ef viðstöðu langar að tróða þessum orðum upp, bara bynda aftur upp með mig sko, en ég held að geti verið erfitt fyrir þá að mæta saga sögu í Ancient. Toppmaður minn hjá sögu. Cirque. Wizard.
Ég gaf þér þarna 2 sjansa, ég talaði um Já. Wizard og ég talaði um Sörk, en við getum líka minnst á það í rauninni að Dom er búinn að vera frábær líka, en Wizard er búinn að, mér finnst það búinn að vera að pressa mig upp á síðkastið, hversu mörg frögg hann er búinn að ná í bara fyrirliðið sitt og líka bara stígandan í gegnum allar senustu leiktíð þegar hann kemur inn í söguliðið og alveg þangað til núna, hann er bara orðinn aftur topp leikmaður og er bara búinn að vera frábær fyrir liðið. Algjörlega, og það voru gaman að sjá hvort hann haldi bara ekki áfram að bæta sig. Hvar er toppurinn? Já, það er alveg ansi góð spurning, en ef við metum núna saman þessi 2 lið, við vitum hvernig vapparnir líti út. Það er ADHD og Alle. Hvar setjum við þetta? Þú tala um að Alle er topp 3, 4, 5 á landinu í Það er vappi. að segja til hana, já, en hvað setjum við á móti ykkur öðrum? Já. Allt öðru sem spilarar. Já, hvernig? ADHD einhvern veginn, sko, þeir eru öðru spilarar en samt, það sem Martin fellur til með að þetta eru svo high impact full spilarar. ADHD á það til að svolítið svona, hvað ég segja, vera óhrættur við það að láta allt liðið spila í kringu sig og láta sko sóknina byggja svolítið á honum. Alli er meira bara svona, hann getur verið svolítið bara einn. Já, hann getur búið til sitt eigið pláss eins og fórst út í fyrir nokkrum útsendingum að hann getur búið til sín eigin play og búið til pláss þá fyrir liðið sitt í staðinn fyrir að ADHD nýtir plássið sem er búið til fyrir hann. Já, og í raun og veru þá ætlum við ekki að setja eitthvað út á ADHD fyrir það, ég meina það er fullkomlega gilt, að spila af hverju öðrum og spila teamplay í kringum dýrustu byssuna, það er bara meikar fullkomið sens. Já, það er bara þægilegt að þú ert alveg að geta gert þetta sjálfur. Já, vissulega, og ég meina þú þarf þá bara 1 leikmann til að fylgja þér til að flassa inn, smóka inn, bústa þér, whatever, en annað. Síðan kíkjum yfir svona rifle tríóið sem að viðstöðu með. Þeir eru með Seni, Klassi, Blaster á meðan hinum einn, þú ert með Dom, Wizard, Sörk og ég tók reyndar ekki alla leikmennin inn, en svona rifle tríóin hjá þessum leikmennum. Hvað myndirðu skala þá upp svona í skills og impact? Sko Sörk náttúrulega er með þetta svakalega háa level sem við vitum að hann er með og getur sýnt. Mér finnst hann svona skera sig mest út úr frá þessu leikmennu svo varst að tala um, en eins og ég, þetta kemur og fer svolítið hjá honum. Já. Þannig að honum undirskjöldum að finnst mér þessi leikmenni vera svolítið bara jafnir, þessi riflamenn. Já. Það er ekkert allt og mikið sem skilja þá á milli, augljóslega eru aðrir ákveðnir sérfræðingar í sumum pósum og sumum stílum, en mér finnst þeir vera svona svolítið á svipuðu leveli. En já, það verður áhugavert að sjá í rauninni bara svona hvernig leikurinn þróast, því að mér finnst þetta mappið mitt, ef við hrósum Ancient ennþá meira, þá finnst mér þetta mapp einmitt leiðandi í, það er rosalega skemmtilegt fyrir ræflers. Þetta er skemmtilegt ránd hérna. Allavega sýnist Saga hafa sigrað nýja rándið og velja að sjálfsögðu að byrja í setja eða hvað. Ég bara hef ekki ennþá síðan neitt byrja í bara í langan tíma, sko. Nei. Ekki í neinu mappi, í raun og veru. Nei, ég meina, þú veist, við getum fært kannski rauk fyrir að Dust 2 í gamla daga hefði verið allt í lagi og í gamla daga þá var ég að tala bara 2015 en þá eru náttúrulega orðin dálítið veðraðir en það er annað mál en menn á besta aldri. Já, bara besta aldri, aldrei skemmt betur fyrir en ég var 30 en þeir eru að fara inn á tómt B-sæt hérna. Þetta bara hendur við bombunni í rauninni, skúnir það hins vegar nær einum, Klassi og Mozart konu með 2 frögg á kjaft á meðan þeir eru að fara í eldheitt rítekjana. ADHD neitar að frakkin í 5 en Seni nær honum. Dom hins vegar, það kom ekki ennum keifið, það er Mozart. Hann er afgreiðir hann Wizard 1-3, þetta er ómögulegt. Retake, þeir eru í allt of góðum stöðum með það, eða hvað, Wizard komið fyrsta. Ég hef nú ekki 1 skot eftir í klippinu hins vegar og þarf verið eitthvað stálheppin í það en þeir eru ekkert að gefa honum einn frögg. Óskíkja að reyna á diffusinu þarna, frekar henni í fraggi bara. Hins vegar gerði allt hingað til, gerði allt sem hann gat í raun og veru. Þetta var mjög erfið stað sem hann var settur í. Mér fannst hann hugsalega bara að vera óheppinn að ná ekki nokkuð prífæðir. Já, vissulega, en við förum í
bara 100% forseta á sögu. Þeir eru að fjárfesta öllu í þetta round. Skúna MP9 sem á Dom. Og sena niður, þetta stórt. Góðu smókirna og eru búin að einangra Seni. Og þetta AK. Beint í hendurnar. Þetta var snirtilegt. Þetta AK og lane control sem risastórt í þessu mappi. Hvað þetta var snirtilegt. Challenge þetta miðina. AK fallinn. Nú að pikka hann upp. Nei, held ekki. Hann aðeins of langt frá. Spurning þessi grensa hafi hent AK-ram neðar eða hvað? Gæti jafnvel verið. Skún í frábæri stöðu hérna en það að passa sig á miðjunni. Hún smókuð út fyrir hann, þannig að þetta er þægilegt. Flassið þetta gott en ekkert skot kemur þarna. Rísaskot hjá Wizard. Toppmaði Tóma. Það var toppmannaskot. Já. Allir fer AK gefins hérna. 3-3. Og við erum komið inn á þetta áður Tómi en rotatið er svo langt í þessu mappi. Jafnvel með hnífinu upp í hlaupandi þá er þetta samt 11 sekundur, 11-12 sekundur. Heldur betur. En þeir alltaf inn á AS. Smókurinn kemur þetta fyrir CT-spónið og ATHT sér hann fljúa, kollar rótitið en hann er aleinn í heiminum. Þetta Blaster. Ég alveg hélt niður með andanum hérna en Blaster finnur ATHT að lokum. Það átt að grípa gæsina hana. Blaster gerir vel að grunna þetta og Mozart tekur út Dom. 2-0 fyrir viðstöðu og erfitt round sem að samt sem aður hefst með yfirvegun. Uspu spar væntanlega hér hjá sögu og já, ein P50 Digla og Wizard sem að náttúrulega náðu fröggum. Já, peningur Sörk. Góðan peningina, en hérna ekki bara eitt stykki spreyta að koma og þetta round klárað á stuttum tíma. Allir ánægði með það í rauninni, ég vildi bara fá gunroundið. Heldur betur. Og hér fáum við það. Engin vapp í borðinu fyrir ATHT. Efnaðurinn byggðið ekki upp á það. En heldur ekki vapp í þýstuðu megin. Mozart heldur í MP9-na sem hann krækti sér í. Það fekk droppa eitthvað. Það reyna í lane controli en það er verið að loka það. Skún búin að vera stór þarna inn í tjaldi og krækja nákvæmlega í þessi frögg og færa þetta aðstoð frá ATHT sem kemur frá miðjunni. Það er búið að loka á þetta upphaflega play inn á laneið. Ekki búin að missa HP og þá þarf bara allega að búa eitthvað til. Wizard, það er að henda frá þessu flossi hérna en lítið sem ekkert flossa er. Kannar þetta væntanlega á backup. Nær finnst þar alla út og það er að lifa vel. Hann tekur þetta. Virkilega vel gert hann á Wizard og getur fært rauk fyrir því hann hafi hægt á þeim og líka gefið þeim þetta setna killarnar sem var Blaster, teamkillar og hefðilega liðsmann sinn. Það er slæmt. Af hverju er það slæmt? Þú tapar peninga í, Tómi. Hvað er það mikið eiginlega? Manstu það? Ég manna ekki flótu bræði, en það var nerf, það var rosalega mikið í byrjun. 2009 eða eitthvað sko. Já, það var minkað. Svipað á teininginum hérna, Dom nær Mozart út hérna í gegnum miðuna og heldur áfram að spreyja þetta í gegn. Klassi ákveður að skjóta ekki inn. Það er þarna siglukilli á Dom en ATHT. Hann er ekki hræddur við að grípa í M4-inn og fæði sér gefinn svappa þarna frá alla. Þá er Seni einn eftir á móti 3. Hann á tjaldið, hann á ekki bombu. Hann á ekki bombu og liðar sér svolítið með baki upp í veggi. Hérna tapið þessu rándi þá eru þeir í spari. Já, þeir gætu reyndar fengið þetta einhver kill því að ja, eins og við vitum þá öll kill CT megin, þetta minnkar vel efnahegin og þeir vilja alltaf saga safni sem allra minnstum pening hérna á þessum rándi sem að þeir eru að vinna. Það verðist vera nákvæmlega sem að Seni vill gera eða hvað, er hann bara að halda vopnunni hérna. Hann
virðist vera ákvörðunin allavega. Hann ætlar ekki að ýta neitt út úr tjaldinu þarna. Nei, hann ekki reyni neitt þarna. Búinn að renna út vindsænginni, svefnpokinn, hann var rifinn út. Leiðilega pókanum sem að svefnpokinn alltaf í. Ég veit það, ég kemur hann aldrei aftur í pókan alveg eins og hann var þegar ég finn hann. Ekki séns, hann lítur alltaf út eins og svona einhver taking a blanket eða eitthvað. Hér kemur frakkið sem að Seni var að leita allan tíman. Alveg gjörsamlega í endan. En þá það spar viðstöðu megin, vissulega með AK-an frá Seni og það kannski gert eitthvað með hann eða hvað. Þeir eru með fullt utility belti á honum sem að þeir geta heldur betur nota, en spurning hvort að það væri ekki betur nýtt á öðrum leikmanni. Flassan inn í pík eða... Í svona stöðu þá held ég að alltaf að dreifa utilityinu á allt liðið bara. Já, leifa öðrum að koma að þessu því að það hjálpar heldur betur. Þeir eru svona litlu hlutinni sem að skipta máli og við gerum kröfu til liða í úrvalsdeild að ATHT og Skún komið hver Seni eins og opnar frakkreikningi sinn hérna, en ATHT heldur kyrru fyrir í kirkjunni, en Dóm nær að lóka hann klassi einna og Pítur Virki finnur þarna fyrsta leikmannin í miðjunni, en Skún sér við honum 3-3, allt jafnt hérna í Ancient og Saga, en lifðu þeir ekki 4? Það bara nokkuð stórt. Vildu örugglega fá fleiri þarna í þessu randi en var það ekki að því. Sáu við hérna Dönján hjá viðstöðu að þeir virðast vera defaultað þannig að þeir ætla að ná leininu hratt í útlæðrunin. Það nákvæmlega sem þeir ætla að gera, en það einn leikmaður komið inn í tjaldi, það Skún og hann virðist vera erfiður fyrir þarna sem að reyna að ná leikmanninu sem var ofan í brekkunni, en Sörk, hann bara aðeins of sleipur. Hátt sem átt. Taka á þetta þarna. Dóm komið Blastir og ATHT, hann búinn að róta þetta yfir á B-ið. Og Skún, hann bara... Mér finnst það einn af þessum leikmönnum sem að spila tjaldið svo vel. Man líður alltaf eins og hann sé að fara að fá þetta peikana. Já. Alltaf hann á 1, 2 þægilegur og virðast líka vera það svo þægilegt utility í kringum hann sem hann getur nýtt sér og fyrir alltaf að koma úr smoke eða eitthvað þannig. Hann kemur sér í stöðu og hefur þarna hitt herbyggi til að bakka aftur í. Þetta bara það sáum við eitthvað svona það kemur execute líklega á B-ið. Molli sem að feilar þarna. Heldur betur. Þetta skot frá Blaster, næra meira. Nei, það Seni sem nær honum, Dóm nær einungis einum. Ná hérna plantinu niður á B-sætinu. Stórhættild randtómi, það Bappi í retake, 3-4. Bappi retake, ATHT með hann á bakinu hér. Það að mundan, góð grensætinu, onni rampin. Blaster eins var mjög gott sem að stoppa á. En koma hérna í eiraðum, það Dóm heitn eftir, hann að flikka í fjesið á einum, en ná ekki miklu hér. 4-4 og viðstöðu koma tilbaka. Söguminn ákveða að kaupa en verða að skilja heitn eftir á líklega skambissu, eða hvað. Hárið þetta Skún sem að endar á Diglu. Áhugaverð. Minnst það vera minnstök, hann búinn að vera að hitta, hann búinn að fá kills í rándunni. Hann líka búinn að vera að halda mjög erfiðri stöðu sem að besti maður so far, myndi ég segja. Já. En ATHT tekur þetta að sér að kíkja núna. Leinið alveg klýr. Þetta er stórt info sem að ATHT með. Sér að enginn þarna í rauninni í mappinu, en getur verið að viðstöðmenn sé að búast við þetta sér sannlega. Dóm komið fyrst, hann að flassa á bílinn og bakka. Alli hittir þarna öllítið, hann eini vappin í borðinu akkurat núna. Mozart hann bara að bíða eftir nákvæmlega þessu. ATHT má ekki falla hér. ATHT eins og heldur ótröður áfram. Hann er búinn að pússa B-ið, enginn þar. Sörk hérna í
háskaleik við Seni. Já. Og hefur betur. Því Dom kemur rífrakið leið og Sörk nær sínu pikki. Og þetta fellur vatni komin fyrir ADHD ef það sigraði ránd sem að þeir og gera og hann ekki að, jú, hann pikkar hann upp. Þeir sigur ekkert í ránd, bara sko þeir vinna það með 4 lifandi og ná appanum aftur. Bara út frá þessu infoplayi hjá ADHD. Með leinið allan tíman, enginn þarf að vera á bíinu, ná að halda rauða, gónött. Og líka snirtilegum rífrökum að í miðunni. Það voru leið og Sörk fær fætinn, þá veit maðurinn í Donut hann verður að píka og já, eins og sé. Snirtileg tímplæði hérna og svo meira því sama. ADHD situr í mólanum að það, missir 40 AP, en nær samt pikkinu. Sörk með 2, MP9, þriðji! Hann hellinga peninga og Sörk akkurat núna. Og ADHD klárar þetta á alla. Þetta var snirtilegt. Og enn og aftur lífaði 4. Uppáhalds tana þeirra. Hlýtur að vera. Það held ég. En við sjáum að það annað kaup í spilunum fyrir viðstöðu. En hugmyndirnar virðast vera orðnar þornar upp. Þeir gera þetta oft, poppa mollanarna en gera ekkert með því. Þeir eru ekki ekki að ógna neinu. Þannig sé, Tommy. Setja hérna inn í alópinu núna og hlaupa í gegn. Einn í kirkju, mollin góður og þurfa að hlaupa í gegnum hann eða Vissard, risastór, Dom komin í hjálpina og hann stór heitnig. Þetta hérna klassi og Alli einn eftir, ekki lengi. Dom klárar hann og 7-4, þetta hröðránd. Þetta hröðránd og Saga að fæta saman. Þeir eru að gera þetta vel. Ekkert plantja viðstöðu þannig að kaupið þetta líklega tekkaránd sem við erum bara að sjá í það. Eða hvernig læt ég eftir viðstöðum og svo degluránd. Já, ég meina, það þarf að herma eftir liðsnafninu, það þarf að vera viðstöðulaus. Þeir vilja fá leinið hérna. Þetta í annað skipt sem feilast mollanum fyrir double goal. Hvað skoða þetta? Áhugavert að ADHD byrjar að fara hérna í bláa, í tjaldið. Eins og... einhver að telja skotin hjá honum og bara dömra samt þegar hann búið með þetta? Þannig kemur það. En Skún við Sörk á 5-unni, heldur Mozart og eins var að lörka þetta inn á A-ið en Vissard sér við honum. Skún næstur en hann þarf ekki að falla hér. ADHD nær einum. Nósum hann örlítið alla það ekki og nei, nær því ekki. En byssuránd. Byssuránd 8-4. Þetta ekki búið að vera sannfærandi terrorleikur hjá viðstöðum. Mér finnst vanta mikið upp á leiki þeirra. Við sjáum að þeir ákveða að mæta midd. Eru þessi smókar sem þeir eru búin að hendi midda frá borgarsilóksins? Já, virðist vera. Fyrir Donutin hjálpar hér Seni og Klassi. Með góð eftir Mollin lendir í Vissard. Og já, þá Sörk og Skún 1-2 eftir. Það er eitthvað stórvægilegt að gerast hérna. Ég var ætla að tapa þessu rándi. Það er ekki séns núna Skún. Eftir á móti 5. Líkur í digluna og gerir góðan skafa en Mozart klækir í það frakk 8-5. Lifa þarna allir með næstum ekkert í HP. Spurning hvort að þetta sé hafi verið planið í gennum leikinn. Henda 4-5 smókum þarna alltaf í mollan og svo endanum rössi í gegnum hann. Já, en þetta er líka ég held að Mozart sé búinn að kasta þessum molla. Þessi smók meinar Já, mollar þarna fyrir Donut. Já, það ég skil. Úff, það var snirtilegt. Og ekki hefnaðist þetta eins og í rándinu undan en Mozart allan að klóra í bakkan. Nær það fyrsta, öðrum, nær það þriðja, gerir það ekki. Og þá er Seni einn eftir. Hann var búinn að kasta honum, þetta er í þriðja skipti sem Mozart kastar þessum molla. Klúðraðist í fyrsta skipti.
Ég skil. Ég var meira að tala um það að Blaster meðal annars búin að henda honum örugglega 3 svar og aðri leikmenn hafa líka hendur að vera extinguisha mollan sem að setja hérna að henda í ellið. Já, einmitt. En það Að conditiona að þessi einmitt. Ég það er ekki að tala um. Ég er að spá í þessu áðan, mér fannst alltaf skrítið sko þegar þeir voru ekkert búin að gera neitt með þetta svona mörg ránd en greinlega voru að spara eitthvað. Það var samt eiginlega one and done og ofnótuðu þetta örlítið þarna og grensurnar komið bara í fjesið og lokaði algjörlega hérna í rándunum með 14. Senni eins og reynir örglega í þetta ránd. Það er ágætis peningur á viðstöðuna farandi inn í senasta rándi þannig að ætti klárlega að reyna í þetta. Það fyrir ekki að sé mikill séns á því en bomban liggur bókstaflega í miðjunni. Ég gleyma því að 2 kill hérna væri stórt fyrir næsta ránd og það sagar eru ekki það ríkir. En leið og það gerist þá alltaf kasterkössið sem að eyðileggur það. Heldur betur, engin vappa á ATHG, það var peningur fyrir því, spurning. Vill hann bara ekki nota vappan í þessu mappi. Bara, hann er búinn að vera að hitta á umförunum, hann er búinn að vera að krækja í góð frögg. Gott, one way hérna. One way. Sér undir smókin, ATHG fallinn. Það er kannski verið bara ennþá sárar að hefur verið með vappa í hendurum. En gott endri hjá viðstöðu. Hittir hann vel í klassi. Sem er einn á liðinu, restin af viðstöðu eru allir í miðjunni. Konir 3 út miðjuna, 4 út miðjuna núna. Blaster kom með Dom núna. Sörk. Það er klassi hér út en þeir ætla að fara inn í Donut. Það er Vissard. Næstur í vörðinni, nær þetta fyrsta. Næstur Lár, nær honum einnig. Þetta getur verið playið sem að gefa með þetta senasta rándið í hálfleiknum. Vitur hann einum í miðjunni. Sörk er Lár á sítspóninu. Spurning rétt, svo Pixel. Hann sér þetta ekki. Mappið er hannað fyrir þetta nánast. Og Sörk nær alle. Mozart einn eftir. Og Sörk, hann er bara aðeins of Lár til að glíma við þetta eða hvað. Þetta er plantað fyrir hann. Sörk. Það er ekki. Nei, getur verið. Mozart sér við þessu 9-6. Þegar allra hamingju þá eldan hann að molla. 9-6 er bara ástæðileg staða fyrir bæði liðin, ég meina. Já, við fyrir svolítið við frögginn. Dom, hann er toppfaka serverinn, sýnist mér, já. Heldur betur, 14 frögg á honum. Hann bara gera svolítið svona, maður tekur ekki eftir. Já, Vissard 11, 10 á Sörk og ATHG og Skúna 8, hinum einn 12 á Seni 11 og Mozart 8 á Blaster og Klassi og Alle neðstur, 4 frögg á Alle. Sagar eru þess að B. Hratt. Í fyrsta rándinu leita af endríunum en þeir eru búin að stakka B. Mozart, góðri stöðu, Seni einni og hérna er við bara að hitta skotunum. Og ATHG. Einn eftir í, ég myndir ekki kalla þetta lörkið, kemur ekki inn keifið hér. Nær þetta fyrsta frækjum. Það krækir smá pening en Alle nær að henda nokkrum kúlum í hann og fella. 9-7, ég meina fyrsta rándið skildu sigur fyrir viðstöðu í rauninni til að koma sér inn í leikinn hérna strax í byrjun og það byrja vel. Tvímælalaust. Sjáum hérna að það er Force og þeir ákveða að mæta mitt. Hún að ok, hérna af rauða herbygginu og alltaf einbytta þessara Blaster eða hvað. Nei, það er bara beint inn í rauða. Alle nær hann halda lífi hér, fær hjálpina frá Klassi og Blaster. ATHG nær Alle út en þetta ætti væntanlega að vera byssa sem er pikkuð upp af Blaster. Og ná að halda hérna 4 lífi. Á einhvern ótrúlegan hátt, hann náður að lifa 4 þarna. Þetta leit út til að vera svolítið hættulegt. Þetta var eins tvísýnt og það gat verið í rauninni. Í raun og veru. Það eru Diglur og P250 Glock á ATHG sem væntanlega er að stefna í vappan. Það virðist vera. Já.
Þetta er búið að vera hæg ránd, Tommy. Það bæði liðin virðast vera fullkomlega sátt við að róa. Þetta er ekkert að flýta sér. Nei. Sjáum hvernig Saga tækla terrhálfleikinn sinn. Sörkina af Tíkulpíka reyna að finna leikmannin inn á A sem Mozart og þeir fundan og Mollin, fullkominn Molli til að íta þeim aftur inn í lobbyið og Blaster, hann fær þá að taka sína tilraun á fröggunum og nær Dom út. Skún, já, hann fær bara hellingsplássið í miðunni. Alli nær Skún út, smókur þetta fyrir lobbyið. Mozart vel staðstir þetta fyrir fyrsta, sér bombuna, rífur í uspuna. Sörk, Lár, senasturinn í lobbyinu, Blaster afgreiðir hann og 9-9. Það er allt jaft í Ancient. Allt jaft og nú fáum við kaup frá Sögu. Fyrsta gunarandið. ADHD komin á vappan. Hann er vantilega sendur í einhverja opnun. En þeir eru með Klassi á MP9, Mozart og Seni á Famas. Eru að fara í, þetta er bónusránd. Það er að fara í aggro. Hvernig kallað það? Spurning. Þeir eru 3B megin í byrjun. Þeir eru ekki verið að spila miðuna. Mæta 2 í tjaldið. Smókur kemur það fyrir, Skún, Mollar inn í tjaldið. ADHD kom með mikið plássið, hann er að halda rótetun í rauninni af A-inu og þá þurfum við að díla bara við kleinurhingin, en þar eru 2 leikmenn. Smókaður út, Mozart og Blaster. Það er frítt asset ef þið vilja það. Heldur betur spurning að þeir vita því, Tommy. Sýnist ekki. Nei, alls ekki. Vita núna einum í Donut. Og það er hratt rótetana frá leininu, en Skún er búinn að eignast það. Bomban ætlar að komast. Þarna, hann verður að hitta þessu skoti. Þetta er bara skoti sem er skildu skot, en Seni þetta með Skún. Einfalt fragg. Mollin góður til að loka þetta af og Alli með Sörk. Seni með Vissard og Dom, 1 eftir á móti 4. Þetta ránd fjall ansi hratt sjálft sig þegar ADHD klúðraði skotinu. En sjáum til hvað Dom getur gert hérna. Baktið, en Alli nær honum frá fjarkanum. Lifa 3, ná hins vegar ekki vappanum, en ég held að það skipti engu máli. Nei, ég held ekki. Þetta fjall alveg ótrúlega mikið sjálft sig leið og þetta kill kom ekki frá ADHD. Þú getur ímyndaðir glundrúðan sem skapast leið og þessi maður í rótetinu fellur. Já. Þetta hefði verið allt annar ránd. Þeir fara svo langt að þetta spá sigri fyrir Sögu. Hefði þetta kill fatið þeir með þeim. Það lína sér upp í eitthvað svona play á B. Tekkur. Sér Molli, vendar hann ekki í köppínu aftast? En hérna kemur sprálan upp, 3 til staðar á B-inu til að bregðast við. Það eru smókar út allt til að leyfa þessu planti að gerast, en þeir eru bara falla ekki að smóka. Alli kom með Sörk og Vissard og ADHD hinnir 2 eftir. Vissard kom með M4, en ADHD á Glock. Nú er komið tekku í hendurnar, en þetta er ekki hægt. Molli kemur þetta fyrir keifin og lína sér upp og það hefur verið ansi snoturt, en snirtilegt er það. 11-9 fyrir viðstöðu. Skemmtilega tekkuplana hjá Sögu. Spurning hvort þeir getur útrætt þetta bara með byssum seinna í rándi. Já, ég væri til að sjá að gera þetta með byssur bara seinna í rándinu eftir þetta fólki. Já. Viðstöðuvörnin samt að halda heldur betur. Þeir eru búin að steypa upp í. Og loka öllum útgöngum. Við erum að spila með miklu meiri
sjálfstrausti og krækjaði miklu meiri frögg heldur en hafa verið að gera í rauninni bara síðan að þeir voru að spila á móti Ármann í fyrsta leik. Heldur betur, hérna sáu sögu komnir allir inn í alobíið, að vera að lesa einhverja veikleika hérna á aðinu. En það er Blaster og Mozart tilbúin að taka mótið þeim. Þetta er eskjöldið. Blaster með fyrsta, nær að halda lífi. Molli fyrir díföldi en það er búið að loka af alobíið fyrir að smóka það út en þeir eru bara að mæta og fæta og allt fellur fyrir viðstöðu hér. Klassi með 2K, Blaster heldur þessu niðri þangað til og það er allt blátt hérna. CT-arnir viðstöðu búin að loka 6 ránd í röð. Frábæra vörn, skemmtileg hugmynd, ég hefði ekki þess að þetta virka, hefði menn náða að fylgja eftir og treyta hvernig annan en þetta var... Það var bara einn annan út á þekju. Já, þetta voru, sko í raun og verið það er erfitt að exekúta svona með vappa. Láttu vappan að vera aftasta mannin. Mér finnst það sem vantaði, sko. ATHT hefði átt að vera með AK og elta sem mann, já. Það var með 100, já, þetta er 89 hérna á Blaster, hann er efstur hinum megin. Við tökum alveg eftir því samt að utility damage á sögu, það er töluvert betra en vissulega eru búin að spila heilan hálfleik af CT en... Já, það skiptir máli. Sjáum við að það er að halda áfram þessum molla þarna fyrir Donut-lið. Gerir þetta. Hvað smókan hérna út og spila tveir í miðjunni. Smókur kemur núna í miðjuna en núna kemur teikið. Og já, Blaster nær að halda lífi en það eru smókar og mollar í rauninni út allt og Saga búin að eignast miðjuna. Skún komið, Blaster fallinn. Það er Mozart næstur. En spreyið eitthvað að svíkjan. Einhvern veginn er ATHT ekki refsað þarna fyrir þessi miðstök. Það er að molla þarna til að loka fyrir. Mögulega fyrir að eða smók. Fissar með risastórt pikk hér. Klassi fallinn. Núna snúaði bara hæl. Þeir ætla að fara inn á B. Þá er Seni í vörninni. Smókar tveir sem kom í fjarkan. Er þetta nauðsynlegt? Tveir lágir, Sörk fellir annað er að Seni er hinn og hann fellur hér og Skún með Mozart. Þetta var skemmtileg útfærsla af mid-control yfir í B-play. Þetta betur hérna að sjá við timeout líklega að vanta mann á server. Vonandi ekkert alvarlegt. Já, vonandi bara ná sér í tactical snack time. Ná sér í Pringles. Þá sér hérna hot and spicy. Hot and spicy. Já, kannski. Getur verið. Ég er meiri sour cream and onion maður sjálfur. Það er allir gerir. Hérna sjáum við að það búið að breyta sig yfir í technical pause. Já, þetta er vonandi ekkert alvarlegt og við fáum kannski að vita hvað í ósköpunum er í gangi. Það verður að... Þetta er meira spennandi leikur en ég held. Við byggjumst við þetta væri spennandi leikur. Mástu byrjun kvöld vorum að tala um að væri með þetta bara til minnætti, sko. Já. Þetta voru bara svo tveir eitthvað, kannski ekki alveg one-sided leiki sem vorum að horfa á en ég var svona, ég veit það ekki. Maður var kannski búast við út af því, ég fann kannski að fara með það. Já, vissulega. En það er allt komið á stað aftur, það er vappi á alla. Engin vappi á sögu. ATHT þá sérstaklega út miðina ætlar að koma. Bólinn kemur hérna út sem að íti væntanlega alla úr körbíinu og þeir ná double entry hérna. Blaster og Alli, þeir eru fallnir. Þeir ætla að alla pressuna sig gennum kleinurhingin, Donutinn og fara inn á A-ið eða hvað. Bombarinn komið þangað allavega. Mozart búin að leita og bakka í snæperinn. Greinilegt að var einhver séns tekinn hana. Þeir ætla bara að taka sénsinn og að retaka þetta síns mér. Smókur kemur fyrir CT, þeir ætla að halda Donut og bara halda. Circmates, bara algjörlega frítt frækkarn á Seni. Þetta eru erfiðar byssur fyrir viðstöðu að halda og það er aftur á móti spurningin, er Saga að fara að senda menn í höndið?
Já, ADHD getur gert það, Dom getur gert það, Skún getur gert það, en ég myndi ekki tíma meira svona 2M. Þeir eru samt búin að missa tótal 2 HP í þessu rándi, sko. Það skal ekki glemast. Já, rétt. En Mozart fyrir þetta fyrsta fraggið, Wizard fallinn, en vita þá að honum. Skún fer í rífraggið, en allt kemur ekki. Sörk. Ég get svo svarið það! Ég get svo svarið það! Svo tæpur. Tilþrifin, ekki að fara að vinna rándið, en hvernig náði hann þessu fraggi? Við horfum á það líka að ADHD dó off screen af sprengingunni. Já. Dýrt ránd. Þetta var mjög dýrt ránd. Sörk að bara til allra hamingju hélt lífið þarna. Þetta var vilt spray en við sáum tactical time að þetta hjá Sögu. Já. Þannig að ræði þetta eitthvað sín á milli. Dóu svolítið margir í þessu rándu og það var örugglega ekki planið. Já, ég meina, eins og ég kom inn á aðeins fyrir rándinu, voru bara að missa 2 HP, komin inn á site, 2 entry, bomba niðri, afturplant og síðan byrjar að deyja. En ég meina, peningur til staðar og allt það. Og ná að halda viðstöðu á einungis einni byssu, þannig að þetta ránd er þess virði og ég geti komist hérna yfir í smá tíma. Mid-control hjá viðstöðu. Saga skiptir á kontrólu og nær hérna. Það er alltaf upp. Þeir eru búin að sjá þetta fyrir. Skún nær þarna fyrsta entryinu. Senni leitar en fær ekkert fyrir sinni snúð. Þá er einn og yfirgefinn leikmaður á B-inu. Það er Klassi. Ekkert rótið komið strax. Nú er það að hópast inn á sætið. Það er engan að finna þetta. Aftur það er svo mikið að ná fimminu þarna sem að þeir reyna. Klassi kemur þetta, flassið er gott. En Sörk heldur lífið hérna og svona Mozart nær honum út. 2 á móti 2. Alle og Mozart á móti ADHD og Dom. Þeir að 2 utility koma þaðan, vita að þeir eru 2. Einn spilar í hotliðinu, Cubbyinu, Dom er fyrst að heldur bara inni, en þeir finna hann að lokum Dom í gegnum smókin, en Mozart stránkheðaleg tilhörna það. Já. Það var lítið annar í þessari stöð heldur en að reyna, en nú sjáum við peningurinn hjá viðstöðu hann er brotinn. Líklega hleypa þær. 2 ránda virði þetta ránda á hann. Heldur betur. 4 á B-sætið. Wizard, hann er komið 2. Veit af 3, en grensan er góð. Tekur hann út. Skún kom með Blaster og Senni. Og þá er einungis Alle eftir á deglunni. Það er átt stórkostlega degluránd í gennum tíðina, en þetta aðeins svo stór biti fyrir hann. 13-12 fyrir Sögu. Ég sá við kaupi hjá viðstöðu og merkilegt að sjá hvað Saga ákveður að gera í þessu rándi. Mid-controlið hafði verið að virka fyrir leiknum. Bara er aftur í það. Já, senda 2 í það og það eru þessi default mollar og grensur hérna inn í miðina og djúpur smoke, en það er ekkert mikið meira til að tala um í rauninni. Geta jafnvel bara lappa út miðina og tekið duel við Alla eða Blaster í Donut. Við sem að Saga ætla sér að fara hérna seint í miðuna. Smokesnæpurinn taka hana. Þannig að reyna að eitthvað inn í gegn og Klassi kemur hérna og þeir ætla að leita að Blaster. Hann er læsti maður. Nær þetta fyrsta að halda lífi, en gerir það ekki. Dom nær rífrakinu, hann er lár eftir þessi viðskipti. Rotatið komið yfir á A. Þeir eru 3 að einbeita sér að því á meðan 1 leikmaður er í Cubbyin á B. Og Sörk hefur verið að koma sér þar fyrir og vera erfiður. Smokin kemur hérna í redrúmið. Colli komið að bakka yfir á B frá Sögu. Viðstöðu skillir sér í 2 á 2. 2 á hvoru sætinu. Geta hann að Dom hérna í eitthvað entry. Lár, hann er skítlár, 1 HP. Svo smoke.
líða. Koma hægt og rólega í gegnum Cave. Og lítið pláss fyrir sína menn. Skún í rífrækinu. Maðurinn á réttum stað. Og einnig Sörk með Klassi. 2 núna. Vita af alla í 5-unni. En hann nær einum. Mozart þá í geranlegu klötsi hérna með Vappa í höndunum. 2 flöss. ADHD inn í Cave og Sörk á sínum uppáhaldsstað ofan í rampinum. Tikkar á bombuna. Tekur píkið. Fallegt skot sem kemur hérna frá Mozart. Hún grunar hann hérna inn í. Og hann er að lifa af. Pikkar upp kittið. Og nósumar hann. Nær hann þessu. Það held ég nú bara glæsilegt. Hérna hjá Mozart. Allt. Vá, ég var mjög tvísýtt hvort hann væri að fara að ná þessu, sko. En stór glæsilegt klöts þarna frá Mozart. Gerir virkilega vel að finna fyrsta killið í rampinum og Diffuse Situationu var mjög vel spilað líka. Hann hafði áður steikkað og Klassi kominn með Sörk og eins og ég segi, hann er búinn að vera leikmaður sem er búinn að vera erfiður fyrir á þarna í rampinum að búa til gott pláss, ekki búinn að leyfa þeim að ýta niður og núna er Saga í 4-5. Grönda viðstöðu er farið að hungra í fyrsta stigið í deildinni. Já, það sést hungrið. Alle kominn á Vappa núna og hann er vel staðstur fyrir þetta pick. ADHD fallinn 3 á móti 5 núna, ekki búinn að missa HP og Utility er svona frekar heilsusamlegt hérna en ekkert upp á 10,5. Miðað við eins en þá er þetta bara mjög gott Utility, maður spáir í því. Vissulega og Alli, þetta er rándið hans. Hann er komað inn og gera skaða. Klassi gerir mjög mikinn skaða á Dom hins vegar sem er að búa til plássinni í Red Room og er búinn að eignast það. Klassi þarf auðvitað fram og krækir sér í það. Skún inn eftir. Það er hann að gera nægilega mikinn skaða hérna til að neita viðstöðum gott kaup. Ég efast það. Þarf 3 frögg hérna fyrir það. Efnahagurinn hjá viðstöði er ekki góður þannig að jafnvel 1 kill getur verið dýrmætt. Já, vissulega. Neitar þetta fyrsta finnur Mozart en hann er bara eldheitur núna. Ég sá við Force, já, kaup hjá Sögu, Vincent á Deglu og Vappi á ADHD. Já, hann ekki búinn að rífa í stóra græna prikið lengi og vildi gera það hér. En taktísk pása, tactical snack time hjá Sögu. Tactical Pringles time. Væntanlega ræða, þetta er algjörlega rándið sem að þeir verða að vinna. Já, þetta er mikilvægasta rándið í leiknum. Allt undir fyrir Sögu er að hleypa þá viðstöði í 15. rándið sitt. En Saga, já, þeir geta brotið eldahæðin þetta heldur betur fyrir viðstöðu. Kraksið þá í örlítið auðveldara 15. ránd, en það er ákveðið að fara hérna að megin og gera það væntanlega aðeins fyrr heldur en seinast. Seinast á leið of langur tími. Ekkert utility í miðunni. Ekki neitt. Ætti að segja viðstöðu að það sé eitthvað í gangi. Spurning hvort að communication hjá þeim sé nógu gott. Utility kemur hér út. Þetta er sama take og þeir tóku aðeins fyrr og ADHD nær að halda þetta. Línuninn í Tjörn sem Blaster kom með fyrsta, Blaster kom með annan. Mozart með 3. en Sörk nær loksins rífrækinu, þurfa þetta Blasterfrækið og náði hér. En Sörk hann er 1 eftir. Nær Vappanum, hendi flassinn á sítspónið og hann ætlar að taka dúlið við alla. Geigar á skotinu og ákveður að tjekka á bakinn á sér. Enginn hins vegar í flankinu. Það eru 2 litlir að læfu púkast hérna, Seni og Klassi. Seni kominn alveg upp við, nýtti sér góða tímasetningu og Seni tekur Sörk og
hendir viðstöðu í 15-13 einu rándi frá því að krækja sér í fyrstu 2 stíin sinni hérna í ljósleiðaradeildinni. Og aldrei hefur það litið betur út fyrir þá í ljósið þess að þetta ekki gott kaup að sögu. Það hljóta að reyna eitthvað hratt hérna. BRS að líta mjög vel út ef þú ert í sögu núna og horfir á þetta kaup. Það lítur bara þannig út. Hérna kemur smókinn fyrir fjarkan, hlaupkinnum mollan. Alveg fullkomin leikmaður til að rekast á þetta. Alli með vappan, Vissar keyrir nút 5-una en Seni ennþá á lífi í tjaldinu. Þetta retake verður að vera upp á 10,5, 4 á móti 5. Þeir eru 3 í 5-unni. Við erum alltaf að tala að það er aðal staðinn í mappinu. Mozart og Blasterinn sem var með 2. 3 á móti 3 á þessinni. Seni, Sörk með 2 og Saga halda lífi 14, 15. Saga. Hugsalega að setja okkur í overtime ef við horfum á peningin hjá viðstöðu. Þetta er ekki gott kaup. Halda hér lífi. Það var að býta í handabakið á sér eftir einbeitingarleysi hérna á bíðinu. Það var aldrei að búast við þessu. Ætlar í alvörun að reyna aftur á A-ið, en já, það er aðeins þægilegri staða núna. Mozart, hann er búinn að íta inn í lobby en þeir klíra þetta alltaf. Það er hins vegar að heppir hann á þessu frakki þarna. Smókurinn er fyrir lobbyinu þannig að þeir geta ekki nýtt sér þetta fullkomlega en ADHD, hann er komin hérna beint í dónöttin en það er einn leikmaður í bakinn á honum. Hann er að pússa í bak. Hann er að horfa. Allir missir á honum. Setningin er algjör hérna. Fyrir að hitta þessum skotum og gerir það. Dom kom með Blaster og þá er Klassi einn eftir. Við erum að fara í overtime. Já, við verðum með það til 1, Dói. Það er bara þannig og ég til í það. Já, heldur betur. Ef við fáum svona Counter-Strike þá er ég til í það. ADHD er beint í haus, mesti skaði sem við getum gert í leiknum til að senda okkur í 15-15 og fyrsta overtime. En þá er komin bara tími, Dói. Þú er að útskýra overtime fyrir okkur. Heldur betur, overtime virkar þannig að bæði liðin byrja með $10,000 hvert. Hver leikmaður byrja með $10,000. Þú fær 3 ránd í hvorum helming og fyrsta liðið til að fá 4 ránd mun sigra. Liðin byrja að sjálfsögðu þeim megin sem að er endu, þannig að Saga byrja í terr og færi sig síðan yfir í CT eftir 3 ránd og viðstöðu vice versa færi sig yfir í terr eftir 3 ránd. En það er taktísk pása hjá Sögu og þessi taktíska pása sem að þeir eru búin að taka í leiknum, það er búin að skila sér. Þeir eru búin að krafsa sig áfram í overtime-ina. Heldur betur, hafa haldið sér inn í leiknum í raun og veru með einhverjum tempobreitingum og einhverjum svona hlutum sem þeir hafa kannski rætt í taktikalpásunni. Eru nú þegar búin að fara í overtime í báðum Ancient leikunum sem að þeir spiluðu. Bæði tapin á móti Þór í það senasta leik og einnig á móti Tension 22-19 og 19-15. Hvað er það? Miðju og þetta er hnitmiðuð árás inn í miðjuna, beint inn í miðjuna, inn í rauðaherbyggið. Þar þeir eru að taka mótið þeim Alli. Alli með Safari Mess, vappan sinn, Alli allræmdur með þessu. En Blaster með 2 sörkna í rífrækjunu en núna eru þeir í slæmri stöðu ADHD. Hann þarf að finna einhverjar opnanir hér, eitthvað frítt. En er viðstöðu að fara að gefa eitthvað frítt frá sér? Það er spurningin. Það er einn að íta inn í Donut. En fer ekkert mikið lengra en hann er búinn að missa ADHD fram hjá sér allavega. En kemst ekki lengra. Allt hljótt, alls þær í mappinu, 56 sekundur eftir. No zoom. Þetta var opnunin. Einn í kirkju en ADHD ætla að ná bombunni það niður en hann verður að vinna þetta dúel eða bara hlaupa frá því. Það eru 2 smókar hérna á viðstöðu þannig að þetta er mjög hentugt retake ef ekki væri fyrir þessa stöðu hjá Sörk. Sörk er leikmæðurinn sem að gæti unnið þetta ránd fyrir þá. ADHD er bara fyrir. Smókurinn kemur þetta fyrir bombuna núna og ADHD klikkar ekki á þessu skoti. Alli á móti ADHD. Reynir að finna bombuna og gera það hér.
Flassar hérna en þarf að finna bombuna og hann næri sér diffusi! Alli! Á ekki orð! Eftir að Saga spilar þetta svo vel að lenda í þessu, þeir hljóta að vera allt annað en ánægðir með að tapa þessu rándi svona. Hefur ekki bara spammað á P250 hana? Þú plantaði bombunni. Við getum talað endalist það, en þetta var svo tæft. Hann var alveg að fara að ná að hnífa hann. 16, 15, allt í játnum hérna í Ancient. Heldur betur, mér Saga byrja rándið full hratt fyrir minn smekk. Þau voru að tapa rándi á óþægilegan hátt. Oft fólk að ræða þetta og koma sér út úr sér. En snirtilegt mid-control, enn og aftur. Smóka redrúmið og koma sér fyrir hérna í miðinni. Smóka síðan, reynda að flassa Dónutin núna á Sörk. Hann spila rampin, alltaf að vera í þessari lörkstöðu og neita þessu. Alli, hann var í góðri stöðu, hann var aðeins fyrir til en ákvörðunin tekin að fara yfir á bíð. Sörk komin í köppið í rampinum. Dóm leifir hér árás sögu inn á B-sætið. Seni, næsti leikmanni sem að fara að lenda í Bjarkismókar út. Skúnar entrinn á Seni. Blaster, allt í öllu. 3G á Blaster. Leitar að fjórða. En bregst búalistinn, en hann búinn að leggja grundvöllin af 17. rándunni hér. Næra að hætta Sörk líka á ótrúlegan hátt. Sörk átti sjens í þetta ránd. Og Alli klárar hann. Og viðstöðu með glæsilegt holdan á bíinu. Síðasta rándið í fyrstu hálfleik óvita. Sjáum að það Vappi á ADHD og Vappi á Alla. Næstum að koma það niður og ADHD, hann missir ekkert rosalega mikið HP en líkar þetta ekkert rosalega mikið en þarna kemur dúelið, Flassi kemur yfir og Flassið er gott. En Alli, hann fæði bara aðtapla sig þarna. Dóm fallinn og þeir ná að treyta sig út úr þessu, ekki besta en Vissar. Hann komin í bestu stöðun í mappinu nánast. Hann loka af bíð og sækir hérna bara. Gerir rosalega vel að lifa þarna og hæja á sitt í rotationinu. Og þetta bara minnir á Mid2B í Dust 2. Mozart þarf bara að taka lobbið hérna. En þeir bara þurfa að leita. Mozart með fyrsta, þurfa að cancela plantinu. Og þeir ná Vissart út hérna, allir þrýr. 4 á móti 2, þetta eru kunnuleg andlit Termein, Sörk og ADHD. Og ADHD með fyrsta. Mollingi er hérna á sítbúinu, hann hefði hjálpað heldur betur. Sörk einn eftir. Nær ekki að spreyja klassi niður og það er flawless City hálfleikur hjá viðstöðu. Sem að því það að þegar við förum yfir í tert þá viðstöðu aðeins 1 ránd og það var 3 tilraunir til þess. Já, nákvæmlega og já, allir leikmenn að skila sínu. Það er allir komin í 20 viðstöðum megin. Það er bara Vissart sem er á 18, restin líka komin í 20. Engin að reka lestina. Nei, raun og veru allir leikmenn búin að vera að spila vel sem er á sörðunum, það verður að vera sagt. Fyrsta rándið í seinni hálfleik í fyrsta overtime. Þetta er ótrúlega löng setning en það er svo mikið á bakveðna. Viðstöðu þurfa einungis 1 ránd til að tryggja sér fyrstu 2 stigin í ljósstæðardeildinni. 3 leikir, eyðimerkurganga, svo máttu orðið komast. Og viðstöðu. Alls ekkert að flýta sér. Takk svo rólega. Þetta kemur líklega middtekið. Smókur í Red Room. Flassið, Smókur í Red Room og ætla að fæta hérna Dom sem er í Donut. One-load cup-in, enginn þar. Og með mjög þrönga línu hérna nær eins og að flassa hérna út og sprettar þessi molli í ADHD. Nei, ég varstu það. 100% pappi hana. En þó að spila bara inn í Red Room. En það er búið að smóka Dom út. Hann fær engin leið til að vita. Ég giska hérna rétt áður en að fylgja með því. Og nær einni entríinu en það er Skún enn og aftur sem er stór fyrir sögu. Raidbossin hérna í
í bláa. Sörk að halda frá 5-unni, náða Jigglebika og sér að Klassi þar. Næn láta Skún vita. Snúkur í fjarka. Flassi 5, Sörk. Nær ekki að nýta sig það, en Skún nær hérna einum. Sörk 5 og Skún krækir í 4. fraggið sitt í þessu rándi. Og það er 16-18. Viðstöðu hafa 2 tilraunir enn til að næla sér í sigur. Þannig að Saga, þeir verða bara sætt sig við að reyna að krækja sér í sigur með að spila annað overtime. Vinna öll 3 rándin. Þetta betur hérna að sjá við doppelmolla frá Sögu í mitt. Annars þarf mappin alltaf viðstöður að ná í lane control. Þessi grensa getur verið góð. Nei. Skoppar hann af fjórða karminum og fellur niður þar sem enginn staðsettur. En Sinni og Klassi eiga leinið, en Skún, hann allræmdur. Hann eins og glæpamaður hann inn í tjaldinu. Það erfitt að eiga við hann. Hann að spila frábælega að við sjáum að plani og viðstöðu gengur út að fara upp í rampinn. Rétt lesi það sem að Sögum voru á aðeinu. Sörk með 1 með 2, Mozart nær honum, en Alli með glæsilegt rífak hérna. Bomban að fara niður, Mozart og Alli í standast þetta retake. Vissar ADHD og Dom hinum einn. Þurfa að ná 5-unni. Alli, hann fellur fremur auðvitað. Mozart, 1 eftir, 1 á móti 3. Nær það fyrsta, nær öðrum gerir það ekki og Vissar tekur hann út. Og við erum komnir í 17-18 eða öfugt, 18-17. Doppel overtime leikt af þessu, Tommy, ég finna á mér. Já, fnikur, en það allan að peningur viðstöðum einn til að kaupa vel inn í þetta ránd. Eini sem að skortir einhverja dollara Alle. Restin á fínasta fjárhag. Líklegast búinn að spara peningi með vel. Sinni þetta með sprayið á ADHD. Ein 32 sekúndur eftir rándinu og ADHD lár, þannig að það ansi góð byrjun fyrir viðstuð í þessu rándi. En Alle að leita með vappan. Vissart í kirkjunni að Jigglebika þetta gæti verið endrið sem að leita að, en eins og við tökum eftir þá 3 manna vörnand á A-inu. Það 2 inn á sætinu, 1 á kirkju, 1 á sæt og 1 í donut. En þeir ætla að rappa, þeir ætla að koma í gegnum kleinurhringinn. Alle gefur skútun í Blastir eins og komin með Dom, en þeir að fæta bara vel saman. Þetta Vissart komið 1, en Blastir hann gefst ekki upp. Hann komið fullt af endriðum með það. Klassi með Sörk og þá Skún 1 eftir. Tjaldið búið að vera honum hliðholt í kvöld, en það ekki tjald hér. Það að leita sér að 4 fröggum. Hann hefur ekki tíma í þetta. Nei, þetta fyrst Klassi fallinn, Mozart einnig, en Alle, hann kemur okkur í 19. rándið og viðstöðu. Þeir eru loksins konum með sigur. Enn og aftur dæmi Casters Curse þarna. Ég var alveg viss að þetta færi double overtime, en Blaster, honum langaði þetta fyrsta stig. Já, heldur betur, hann bara átti sturla senasta ránd. Og þetta það sem hann gerir bara eiginlega best. Hann fer á hvern hítir og gjössanlega rífur upp sætin. Ég meina, í þessum overtime, þetta spraydown sem hann átti þarna á B-inu, þetta var, hann var trekk í trekk að draga liðið sitt í gegnum þetta. Heldur betur. Við skulum örlítið greina leikinn og sjá hvort við getum rifjað upp ykkur skemmtilega hluti. Og byrjum bara alveg frá byrjun. Þarna voru Saga með alveg pingu stjórn á leiknum. Já, verður að vera sagt. Saga var einhvern veginn með bara rosalega stjórn á leiknum og þetta leiti alltaf út fyrir að vera bara Sögu sigur. En svo, ég átti mikið á því hvað það var sem breyttist, en einhvern veginn þá tókst viðstöðu að snúa þessu við. Ég hugsa að það hafi verið rosalega mikið tengt klötsinu sem að Mozart tók. Já, vissulega. Það kom einhvern veginn bara andi undir báða vængi, eins og maður segir. Og já, þeir litu bara
ansi vel líka City megin. Sko, ég bjóst alltaf við því að þeir væru með ágæti City setup og svo framvegis, en þeir litu miklu betur út heldur en ég hélt og þetta var á herðunum á svo mörgum leikmönnum. Við sáum eiginlega alla stíga upp í bara eiginlega allir á serverunum reyndar, en þetta, ég öfundaði ekki að gefa kritika leikmann hérna. Nei, ég ætla enda að fara inn það verður rosalega erfitt að ákveða hver er MVP-n hérna, því þetta sko þetta var team effort. En ég er samt að fara að senda undir spotlighti. Hver er kritikaleikmaðurinn? Ég ætla að segja þessi Blaster. Hann dró liðið sitt áfram í lokin. Það var í lokin sem hann virkilega steig upp og dró liðið í gegn. Margir mætti segja líka að það var mikilvægasti randinn. Þú ert komin í overtime, þú ert í fyrsta overtime, búinn að tapa 2 í röð, svona pingu ótílíkt. Það voru margir sem fundið þess að ótílíkt. Það hlýtur að vera. Allt, sko. OT2 þar að segja. Og Blaster bara gjörsamlega bara stórfenglegur hérna í senasta randinu. Hann var með MVP. Það er spilaði frábælega. Það voru allir að spila vel. Það var liðst eftir þessu ég fer inn á, en Blaster kláraði þetta fyrir liðið sitt og það var skilið MVP-stjörnu. Já, við getum ekki hent neinum undir rútuna núna. Það er svolítið erfitt. Það er frekar erfitt, sko. Í hvoru liðir raun og veru? Já, og já, eins og við töluðum ábyggilega 25 sinnum í kvöld, þá er Viðstöð komið sín fyrstu 2 stig í deildinu og ef við pælum aðeins í því, það er aldrei stórt fyrir Viðstöð því að því lengra sem líður á tímabilið og þetta stigalaus, það verður erfiðar að krækja í. Einmitt, en núna líka komin aðeins meiri pressa á tension. Já, heldur betur. Þeir settu alla pressun á tensionurinni sem að, ég veit nú ekki hvernig schedule lítur út fyrir tension. Ef við eigum kannski schedule fyrir næsta þriðjudag, þá var ég alveg til að sjá það og sjáum það hér. Það er tension á móti Breiðablik. Það er seinni leikur þriðjudagsins hins vegar, en Lava á móti Sögu er fyrsti leikurinn á þriðjudaginn og það verður skemmtilegur leikur. Það getur verið leikur, því ég held að Saga vilji bánsa tilbaka hérna eftir leikin í kvöld. Breiðablik senda á einum sigri, tension engum og ég held að ég fari rétt með mál að Saga og Lava þeir eru jöfn líka stigum, þannig að þetta eru jafnir leikir tveir. Þetta eru jafnir leikir á blaði og líka bara í raun, í tildinni. Já, það bara verður ansið skemmtilegu þriðjudagur hjá mér og Dóa, en það er búið að vera langur síðast dagur hérna niður í Arena og við bara þökkum kærlega fyrir okkur hérna úr Arena á stúdíónu og takk fyrir okkur.